Já, ég býð ykkur velkomin á þennan fund í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Hann númer 714 og í dag miðvikudagurinn 4. apríl 2018 og ég segi fund settan. Að venju eru mörg mál á dagskrá. Fyrst munum við ræða ársreikning Mosfellsbæjar 2017. Verður hér borin upp til samþykktar á eftir. Síðan bæjarráð og það eins og venjulega 2 fundargerðir þaðan. Svo koma nefndirnar. Þessu sinni þar 4 fundargerðir frá einstökum nefndum. Og loks eins og venjulega fundargerðir til kynningar. Það eru 8 talsins. En fyrsta málið á dagskrá sem sagt ársreikningur Mosfellsbæjar fyrir 2017 og ég get rétt að gefa bæjarstjóra Haraldi Sverrissyni orðið og síðan gef ég orðið laust. Já, forseti, hér fer þá fram seinni umræða ársreikningi Mosfellsbæjar fyrir árið 2017. Fyrir umræðan var fyrir hálfum mánuði en samkvæmt stjórnarskráarlögum ber að ræða ársreikning á 2 bæjarstjórnarfundum sem sagt til fyrri og seinni umræðu og svo þarf þá að afgreiða þennan ársreikning hér þegar í lok þessarar umræðu. Rétt að fara hérna bara lauslega yfir niðurstöður ársreikningsins. Það var nú farið ítarlega yfir hann hér af endurskoðanda bæjarins við fyrri umræðu, en bara svona til upprifjunar fyrir okkur hér við þetta borð og þá sem eru að fylgjast með fundinum, að þá eru megin niðurstöður ársreikningsins þær að rekstrartekjur námu rúmum 10 milljörðum, annar tiltekið 10 milljörðum og 15 milljónum, sem rúmum 400 milljónum hærra heldur en fjárhagsáætlun með viðaukum segir til og milljarði hærri heldur en tekjur voru í ársreikning 2016. Þessi munur skýrist fyrst og fremst af því, þar að segja af áætlun yfir í rauntölurnar, skýrist fyrst og fremst af tvennu, annars vegar því að fjölgun bæjarbúa hefur varð meiri heldur en við höfðum áætlað. Fjölgunni var í Mosfellsbæ fordæmalaus, en þá með jákvæðri meiningu. Það er að segja hún var 8% á árinu 2017. Og ég held að ég segi rétt frá að það sé það mesta sem að varð í nokkru sveitarfélagi á árinu 2017, gæti þó verið að Reykjanesbær var eitthvað í kringum það sama. Hin ástæðan er svo að skatttekjur jukust líka vegna bara meiri velmegunar í samfélaginu. Launatekjur fólks eru hærri heldur en við áætluðum. Og þetta var ekki bara við Mosfellsbæ, þetta var við flest ef ekki öll sveitarfélög landsins. Þannig að þetta tvennt á annars vegar það að fólk að bera meir úr býtum, sem og að það eru fleiri íbúar sem bæði hækkar útsvarstekjur og einhverju leyti líka fasteignagjöldin, gerir það verkum að tekjur okkar Mosfellsbæjar eru hærri heldur en áætlanir sögðu til og það vel. Þetta hefur það hins vegar líka í för með sér að rekstrargjöld urðu líka hærri heldur en áætlanir sögðu til því að það eru fleiri íbúar sem þarf þá að sinna og líka af þeim ástæðum, og kannski það nú fyrst og fremst ástæðan, að það var uppgjör við lífeyrissjóðinn Brú sem ekki var búið áætla. Það voru hærri hækkun lífeyrisskuldbindinga var líka hærri og þannig að það eru svona kannski megin ástæðuna fyrir því að rekstrargjöldin eru hærri heldur en áætlanir sagði til en þau voru samtals 8.762 milljónir samanborið við áætlanir upp á 8.421 milljón
samanborið við niðurstöður ársreiknings árið 2016 7.791 milljón. Og af þessu eru laun og launatengd gjöld rétt rúmur helmingur af þessum rekstrargjöldum. Þetta þýðir að rekstrarniðurstaðan fyrir afskriftir var jákvæð um 1253 milljónir, samanborið við áætlun viðaukum upp á 1168 milljónir. Afskriftir námu 332 milljónum á árinu 2017, sem nokkurn veginn í samræmi við áætlun, og rekstrarniðurstaðan fyrir fjármagnsliði var því jákvæð upp á 920 milljónir, samanborið við áætlun upp á 840 milljónir. Fjármagnsgjöldin, nettó fjármagnstekjur mínus fjármagnsgjöld, þar að segja það voru gjöld, eru upp á 326 milljónir, en áætlanirnar gerðu ráð fyrir 652 milljónum, handa munar töluverðu, og tvær megin skýringar af því. Annars vegar þær að verðbólga í landinu var mun minni heldur en að við hefum gert ráð fyrir hér í fjárhagsáætlun. Við vorum að reikna með því að ég var rétt 3,9% í fjárhagsáætluninni, en hún var ekki rétt, raun verðbólga var ekki nema rétt 2%, en þar munar töluverðu og þar af leiðandi verða verðbætur mun lægri heldur en höfum áætlað. Þetta er önnur skýringin, og hin skýringin svo að það féll dómur í Hæstarétti gengistryggð lán sem tengdist Mosfellsbæ. Það var reyndar ekki mál sem að Mosfellsbær höfðaði, heldur mál sem að stjórn slökkviliðs höfuðborgarsvæðis höfðaði gegn Íslandsbanka, en sem að sambarlegt lán og Mosfellsbær hafði tekið hér fyrir hrun, og sá dómur féll slökkviliðinu vil, og við það félst Íslandsbanki upp á það að gera upp lánið með sambarlegum hætti við Mosfellsbæ, sem að skapaði okkur vaxtatekjur eða endurgreidd vaxtagjöld eða gengismun upp á tæpar 60 milljónir. Þannig að þetta tvennt gerir það að verkum að fjármagnsliðir, eða fjármagnsgjöldin, eru það bil helmingi lægri en við höfum áætlað í fjárhagsáætlun. Tekjuskattur, hann nam 34 milljónum. Þetta er tekjuskattur af hitaveitunni, lögbundinn tekjuskattur af hitaveitunni, samanborið við 28,8 milljónir í áætlun, og mismunur skýrist af betri afkomu hitaveitunum, þetta er áætlanir sögðu til um. Þetta þýðir að rekstrarniðurstaðan er jákvæð upp á 560 milljónir rúmar, samanborið við áætlan upp á tæpar 159 milljónir, og samanborið við ársreikning 2016, niðurstöðu ársreikning 2016 upp á 380 milljónir. Þannig að það verður að segjast eins og að þetta er ánægileg niðurstaða. Niðurstaðan er mjög betri heldur en áætlanir sagði til um, sem skapast af þessum breytum sem ég sagði hér áðan frá, fyrst og fremst. Annars vegar meiri tekjum sem skapast af fleiri íbúum, og svo hærri útsvarstekjum af þeim íbúum öllum, bæði sem fyrir eru að komi vegna hærri launatekna í landinu, og svo jákvæðri þróun fjármagnsgjalda. Og það er gott að niðurstaðan sé með þessum hætti fyrir okkur hér í Mosfellsbæ. Við erum í miklum fjárfestingum, miklum framkvæmdum vegna þessara öru fjölgunar íbúa. Það mun halda áfram að fjölga líka á þessu ári. Áætlanir okkar segja til um að fjölgun íbúa verði milli 5 og 6% á árinu 2018. Svo hægir nú reyndar svona að fer nú að hægja aðeins á því, með okkar spár, en þetta kallar á miklar fjárfestingar. Við erum í mjög stóri fjárfestingu í Helgavellshverfi að byggja þar skóla, framkvæmd sem mun kosta að minnsta kosti 3,5 milljarða fullbyggður, en við erum að gera ráð fyrir því að fyrsti áfangi verður tekið í notkun næstkomandi áramót. Svo síðan hefur verið tekin ákvörðun að ráðast í byggingu knatthús á Varmá og ásamt fleiri fjárfestingum, þannig að það er gott að afkoma bæjarins sé með þessum hætti þegar það kallar á fjárfestingar af þessum toga.
Bara aðeins sjóðstreymið, sem að skipti kannski enn meira máli hvað varðar þessar miklu fjárfestingar sem við erum í þessar mundir. Að hér verið að reikna út eða leiða niður veltur hér frá rekstri og þeir peningar sem eftir verða á bankareikningi sveitarfélagsins þegar búið að greiða allan kostnað, og hér sem sagt þá leiðrétt fyrir reiknuðum stærðum. Þetta útleitt þannig að það fyrsta lagi tekin svo rekstra niðurstaða sem varð í ársreikningum, þessar 560 milljónir, og leiðrétt fyrir þessum rekstraliðum sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi, þar að segja rekstraliðum sem ekki eru borgaður út í peningum, og það eru afskriftirnar, þær eru reiknaðar á hverju ári. Verðbæturnar, þær eru það líka, það er ekki peningar sem við greiðum, heldur það sem er reiknað, sem og tap af sölu rekstrarfjármuna og breyting á tekjuskatti, og svo hækkunin á lífeyri skuldbindingunum upp á 201 milljón. Þetta gerir þá niðurstöðu að veltu fyrir rekstri er 1235 milljónir rúmar, sem er töluvert betra heldur en áætlun með viðaukum gerði ráð fyrir. Hún gerði ráð fyrir 910 milljónum rúmum, og líka töluvert betri en var í ársreikningi 2016, þar sem að veltu fyrir rekstri var rúmar 1100 milljónir. Þannig að þetta er líka ánægjuleg þróun og þetta eru þeir peningar, þar að segja þessar 1235 milljónir sem að sveitarfélagið getur notað til þess að greiða afborganir af skuldum nú eða fjárfesta fyrir, og afborganir af skuldum er einhvers staðar í kringum 800 milljónir, þannig að við eigum þarna til milli 400 og 500 milljónir sem að hægt er að nota upp í þær fjárfestingar sem að bærinn er að ráðast í núna á komandi árum, og það er vel. Aðeins lykiltölur hérna á lokum. Skulda viðmiðið, þetta er þessi fjárhagslegu viðmið sveitarstjórnarlaga. Skulda viðmið samkvæmt reglugerð er komin niður í lok árs 2017 komin niður í tæp 104%, var í árslok 2016 rúm 108%. Þannig að þessi tala fyrir lækkandi. Þetta þýðir, það er ekkert endilega skuldastappin eða skuldir sveitarfélagsins sé að lækka, en það er að lækka í hlutfalli við tekjurnar. Og það er það viðmið sem sveitarstjórnarlögin kveða á um. Það er eðlilegt að þegar að svona miklar fjárfestingar eru, að það séu fjármagnar að hluta með lántöku, en það er líka ánægilegt eins og nefndi hérna áðan að sveitarfélagið skátt eða reksturinn sjálfur geti lagt til gott hlutfall upp í þær fjárfestingar, og þess vegna fer skulda viðmiðið lækkandi í hlutfalli við tekjurnar. Aðeins aðra lykiltölur, nefna hérna kannski nokkrar, langtíma skuldir í hlutfalli við veltu frá rekstri mælt í árum. Þetta þýðir það hvað það tækir langan tíma ef að sveitarfélagið myndi ekki fjárfesta nokkurn skapaðan hlut, sem er náttúrulega útópía, gerist náttúrulega ekki, en ef það myndi gerast þá tæki það sveitarfélagið 6,5 ár að greiða niður allar sína skuldir. Þá er það miðað við þessar 1235 milljónir sem eru veltu frá rekstri, og það er þá deilt upp í heildar skuldir sveitarfélagsins. Þessi tala var 7,2 ár árið 2016. Ég held að nú hafi farið upp svona í kringum hrunið, þá hafi þetta farið upp í 20 ár eitthvað svoleiðis. Þannig að þessi kennitala segir okkur að fjárhagsleg staða sveitarfélagsins enn traustari. Og veltu fé frá rekstri í hlutfalli við afborganir skulda og skuldbindinga er 1,53 núna. Veltu frá hlutfalli er 0,88. Eigin fjárhlutfalli fer hækkandi, það hefur komið í 32,2%, hækkaði úr 29,4% í árslok 2016. Og framleiðarhlutfallið er 12,5%, það er örlítið lægra heldur en var árið 2016. En hins vegar er veltu fé frá rekstri í hlutfalli við rekstrartekjur að hækka aðeins er 12,3% í samanborið 12,2% 2016. Og þetta er mjög góð niðurstaða
held ég flestra mati að hlutfall veltufjár frá rekstri sé yfir 10% hjá sveitarfélagi eins og Mosfellsbæ sem í mjög miklum fjárfestingum. Það líka þá nauðsynlegt að það hlutfall sé gott. Það ekki eins nauðsynlegt hjá sveitarfélagi sem kannski ekki neinum vexti eða ekkert að fjárfesta. Þannig þá ljóst að það eru þá töluverðir fjármunir sem eftir verða til þess að standa undir afborgunum og nýjum fjárfestingum. Og eins og ég sagði áðan þá hefur íbúafjölgunin verið mjög mikil. Í árslok 2017 voru 10.560 íbúar í Mosfellsbæ en voru í árslok 2017 9.757. Þarna er fjölgun það bil 800 íbúa og það samsvarar alveg svona eins og litlu sjávarþorpi út á landi sem hefur fjölgað hér í Mosfellsbæ á síðasta ári. Þannig það er verkefni að taka á móti svo mörgum nýjum íbúum og því nauðsynlegt að sveitarfélagi sé með heilbrigðan og góðan rekstur. Og þetta er breyting upp á 8,2% milli ára, samanborið við fjölgun árið 2016 upp á 2,8%. Þannig að þetta er gífurlega mikið stökk. Þannig að þetta voru nú svona þær tölur sem ég hafði hugsað mér að rifja hér upp frá því hér á síðasta fundi bæjarstjórnar, þar sem var farið mjög ítarlegar yfir hennar ásetning. Mér langar að ítreka þakkir mínar og okkar hér til starfsmanna bæjarins allara. Þakka fjármáladeildinni sérstaklega fyrir að halda vel utan gerð ásetningsins ásamt endurskoðendum, starfsmönnunum fyrir það og forstöðumönnum og framkvæmdastjórum fyrir það að halda vel utan rekstur bæjarfélagsins. Það er verðmæti að hugarfar og viðhorf starfsmanna bæjarins sé með þeim hætti að vilji og ábyrgð haldast í hendur, þar sé að fjárhagslega áætlunum sé fylgt og það sé áhugi og vilji til þess að skila góðum rekstri sem og að veita góða þjónustu. Ég held að við hljótum að vera þakklát fyrir það Mosfellingar að starfsfólkið hér hjá bænum hugsi með þessum hætti. Það eru verðmæti og svo langar mig að þakka kjörnum fulltrúum og nefndarfólki fyrir að taka þær ákvarðanir og halda utan þetta með í ákvarðanarferli með þeim hætti að þessi niðurstaða fékkst og til að þessi ásetningur sé góður fyrir bæjarfélagið og íbúa þess og nýtist til framtíðar inn í reksturinn. Já, það er Ólafur Ingi, þú varst búinn að viðmorðið. Gjörðu svo vel. Forseti. Þakka bæjarstjóra fyrir ágæta yfirferð. Ég heyri það að við erum svolítið á svipuðu róli með tölurnar sem ég með. Það er nokkurn veginn það sömu en það erum við með sama reikningi til grundvallar. En við tökum hérna fyrir síðar umræðu ársreikningi Mosfellsbæjar fyrir árið 2017. Það er ljóst að það hefur orðið talsverð breyting á rekstrarumhverfi bæjarins frá fyrri hluta kjörtímabilsins þegar að rekstrarniðurstaða A-hluta var neikvæð 178 milljónir árið 2014. Mikill viðsnúningur hefur orðið í rekstri sveitarfélaga frá þeim tíma og allar helstu lykiltölur mun jákvæðari. Rekstrarniðurstaða úr A-hluta árið 2017 er áttfalt betri en áætlun með viðaukum gerði ráð fyrir, eða 421 miljón í stað 53 miljóna. Þessi niðurstaða skýrist ekki að rekstra snild og Vinstri grænna lista heldur hagstæðum ytri aðstæðum sveitarfélaga. Skýringi felst aðallega í tveimur atriðum. Annars vegar í geysilegri íbúafjölgun í bænum á árinu er 8% eins og hér hefur komið fram og hins vegar að umtalsvert lægri fjármagnsgjöldum en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir. Íbúafjölgunin leiðir eðlilega af sér útsvarstekjur. Fjármagnsgjöldin í A-hluta er ríflega 50% lægri en áætlað var eða 260 milljónir í stað 565 milljóna og megin ástæða lægri fjármagnsgjalda er lægri verðbólga í raun en reiknað var með í fjárhagsáætlun fyrir árið 2017.
En þess má geta að við umræðum fjárhagsáætlun ársins bentu bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar á að sú hækkun verðlag sem lögð var til grundvallar áætluninni væri talsvert hærri en þjóðhagsspá gerði ráð fyrir, eða 3,9% í stað 2,4%. Við búum í bæ sem er að ganga í gegnum mikið og hratt vaxtarskeið. Íbúum fjölgaði um 8% árið 2017 og gert er ráð fyrir að íbúum haldi áfram að fjölga og svo fjölgun verði 5-6% eins og áður komið fram. Aðalhlutverk sveitarfélagsins er að veita íbúum þjónustu og til þess nýtum við skatttekjurnar. Sú fjölgun íbúa sem við verðum vitni að þessi árin hlýtur að kalla á aukna innspýtingu við þjónustu bæjarins í skóla, leikskóla, félagsþjónustu, tómstundir, viðhald gatna, fráveitna og svo einhvað sem nefnt að þeirri margvíslegu þjónustu starfsemi og innviðum sem bæri rekur fyrir íbúan. Sú aukna þörf fyrir þjónustu og uppbyggingu innviða sem slík íbúafjölgun kallar á hlýtur að koma í ljós í fjárhagsáætlun næstu ára. Það er ánægjulegt að restur gangi vel í okkar ört vaxandi bæjarfélagi og ber þá sérstaklega að þakka starfsfólki bæjarins fyrir sérstaklega velunum störf nú sem hingað til. Hvað varðar ábendingu endurskoðandi í sinni skýrslu þá leggjum við í Samfylkingunni fram eftirfarandi tillögu. Tillaga S-lista. Gerum tillögu að ábendingar endurskoðanda til stjórnenda bæjarins eða varða innra eftirlit, fjárhagskerfi, stjórnsýslu sveitarfélagsins og önnur atriði sem tengjast vinnu þeirra ásamt skýrslu endurskoðanda til bæjarstjóra verði kynntar í bæjarráði. Svo munum við leggja bara fram bókun og eftir og ég mun kynna hana frá. Takk. Já. Sigrún Póstóttir, þú hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti. Það skín sól í heiði í Mosfellsbæ í dag og í svona veðri þá sést það hvað við búum í yndislega fallegu sveitarfélag. Og þó að það sé ekki til umræðu hérna hvað við búum í fallegu sveitarfélagi, þá skiptir máli hvernig við förum með þessi verðmæti við gerð fjárhagsáætlunar. Og mér langar bara að þessu tilefni út á góða veðrinu að hvetja til þess að við hugsum til þess við næstu gerð fjárhagsáætlunar. En sem sagt, ég vil þakka bæjarstjóra fyrir sína yfirferð og S-lista fyrir sínar athugasemdir. Við erum hér að ræða ársreikning 2017 og eins og fram kom við fyrri umræðu var rekstrarafgangur og náttúrulega í máli bæjarstjóra var rekstrarafgangur 560 milljónir eða 400 milljónum meiri en fjárhagsáætlun 2017 gerir ráð fyrir. Ef marka má rekstrarreikning voru skatttekjur 223 milljónum meiri en áætlað var og framlög úr jöfnunarsjóði 182 milljónum hærri en gert var ráð fyrir. En svo framkom í ræðu bæjarstjóra hækkaði við fyrir umræðu, hækkaði verðlagið minna og verðbólga var minni en gert var ráð fyrir og skilaði það sér í rekstrarafgangi. Samkvæmt í meiri rekstrarafgangi. Samkvæmt lögum fjárhagsáætlun hún bindandi og mikilvægt að bæjarstjórn fylgi eftir frávikum. Ég vil ekki heyrt neina skýringar á því hvað rekstrarafgangurinn stingur niður fæti í bókhaldinu og langar mig að biðja bæjarstjóra að gera grein fyrir því til hvers hann verður eða hefur verið nýttur. Hefur til dæmis verið dregið úr lántöku, skuldir niðurgreiddar eða ráðist í verkefni sem ekki var gert ráð fyrir í upphaflegri áætlun. Ef ég man rétt þá skal gera sveitarstjórn grein fyrir frávikum sérstaklega
sérstaklega bæjaráðin náttúrulega, hvort sem að ræða rekstrar afgang eða verri afkomu og gefa henni færi á að bregðast við. Á síðasta ári var fjölgun íbúa hvergi meiri en í Mosfellsbæ eða 8% eins og fram hefur komið og það hluti skýringar á auknum skatttekjum. Fjölgunin kom á óvart því samkvæmt fjárhagsáætlun var búist við 3,4% aukningu og velti ég fyrir mér á hvaða gögnum svo áætlun var byggð. Lá ekki fyrir hve margar íbúðir voru í byggingu eða kæmu á markað á árinu eða getur verið að eitthvað skort á yfirsýn í húsnæðismálum í Mosfellsbæ. Það væri fróðlegt að fá skýringu bæjarstjóra á því af hverju íbúafjölgunin var svona miklu meiri en áætlað var. Einnig kemur á óvart að framlög úr jöfnunarsjóði hækkuðu mikið eða 182 milljónir og munar þar mestu framlög vegna útgjaldajöfnunar til grunnskóla og málefna fatlaðra. Þess má geta að Mosfellsbær fær hærri framlög úr jöfnunarsjóði en önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu. Árið 2016 nam framlagið 17% af heildartekjum sveitarfélagsins og viðbúið að það hlutfall sé hærra 2017 vegna hækkunarinnar. Ég hef samt ekki reiknað út. Til samanburðar var framlagið 2016 til Reykjavíkurborgar 7% af heildartekjum, Kópavogs 4%, Garðabæjar 8% og Hafnarfjarðar 9%. Þannig að Mosfellsbær sem sagt hástökkvari á höfuðborgarsvæðinu hvað varðar framlög úr jöfnunarsjóði sem auðvitað á sínar skýringar. Í endurskoðunarskýrslu vekur endurskoðandi athygli á þeirri lagaskyldu sveitarfélagsins að gera árlega yfirlit yfir ábyrgðir og skuldbindingar Mosfellsbæjar vegna byggðarsamlagana. Ég fann ekki þetta yfirlit á fundagátt og óskert að fá skýring af því. Ég ætla að láta þetta gott heit í bili og gefa bæjarstjóra svigrúm til að svara spurningunum sem ég bar upp. Já, Bryndís Haraldsdóttir, þú næsta mælur frá. Gjörðu svo vel, Bryndís. Já, forseti, við ræðum hérna ársreikning bæjarins sem að ég held að ég verð að taka undir með öðrum sem að hér hafa komið upp ánægilegur, góð niðurstaða, þessum fallega sólríka bæ okkar. Og eins og ég sagði hér á síðasta fundi að þá var svona aðeins búin að fá meiri tækifæri núna til að leggjast yfir þetta. Ég var nú reyndar að leita líka til að hafa einhvern samanburð sem oft gott að hafa samanburð við önnur sveitarfélög. Því miður þá bara finn ég ekki á netinu ársreikninga frá mörgum sveitarfélögum. Ég fann frá Garðabæ en ég fann ekki frá fleiri sveitarfélögum núna fyrir árið 2017. En ég held að það breyti ekki þeirri staðreynd að hér erum við að horfa fram á bara góða niðurstöðu eins og við held ég að við öll höfum verið sammála hvort að svo niðurstaða sé að þakka rekstrarhæfileikum D- og V-lista eða ytri aðstæðum. Ég held að við getum bara öll hér inni í þessari bæjarstjórn verið hreykin af því að bera ábyrgð á svona vel reknum bæ og þá vil ég nota tækifærið og þakka starfsmönnum bæjarins sérstaklega fyrir þeirra framlag jafnt sem bæjarstjóra sem ber auðvitað höfuð ábyrgð á því að fylgja eftir þeim tillögum og þeim samþykktum sem við höfum samþykkt hér og við auðvitað berum ábyrgð á fjárhagsáætluninni og við berum ábyrgð á þessu rekstri. Þannig að ég held að við hér inni hvort sem við tilheyrum D, VAF, S eða íbúahreyfingunni að við getum öll verið stolt með þennan árangur sem hér hefur náðst. Og það rétt, tekjur okkar eru meiri heldur en áætlað hafi verið og það skýrist fyrst og fremst af því að hér hefur íbúafjölgunin verið enn meiri en við höfum þó áætlað. Og ég held að það hljóti nú að sýna það að við erum að gera eitthvað mjög vel. Vist að fjöldi fólks vill flytja í Mosfellsbæ og búa með okkur í þessum fallega og góða bæ.
Ég held að það hljóti nú að segja sína sögu það hvernig okkur tekst að reka þetta sveitarfélag. Enda komum við almennt vel út í samanburði og skoðanakönnunum rekstur helstu grunnþjónustu þáttana. Og ég held að íbúar séu hér mjög sammála það að hér gott að búa, þannig að það gott að fleiri vilji koma og búa hérna með okkur. Nú, ég get alveg tekið undir það að auðvitað fylgir því sveitarfélög eru rekin til að veita þjónustu fyrir íbúana, þau eru ekkert rekin til að skila afgangi sá afgangur sem þarf þá að nýta í það að greiða niður skuldir eða frekari fjárfestingar. Við höfum engan annan tilgang með því að reka sveitarfélagið okkar og það alveg ljóst að aukinn fjöldi íbúa kallar á ennþá meiri innspýtingu í ýmsa grunnþjónustu. Einhverju leyti líka hægt að horfa fram á hagræðingu, kann að vera í einhverjum tilfellum, en annars þessum skatttekjum fyrst og fremst ráðstafa aftur í þjónustu til íbúana. Það má líka velta fyrir sér því hvort að hægt sé að lækka skatta, lækka útsvar þegar tekjurnar eru eins og þær eru. Við erum oft rætt að hér þegar við ræðum ársreikning og fjárhagsáætlun, hvort að það væri svigrúm til þess við mismunandi undirtektir annarra bæjarfulltrúa. En ég held að það sé eitthvað sem að eigi að sjálfsögðu að horfa til þegar kemur að því að gera fjárhagsáætlun fyrir næsta ár. Nú, aðeins út frá því sem að bæjarfulltrúi íbúarhreyfingarinnar kom hér inn á að hvort að skorti einhverja yfirsýn hjá Mosfellsbæ og hvernig stendur í rauninni á því að íbúum fjölgaði meira heldur en við höfum gert ráð fyrir. Þá það náttúrulega svo að við erum ekki hér að byggja íbúðir og stýra því nákvæmlega hverjir flytja inn í íbúðirnar og hversu stóra fjölskyldur og hversu mörg börn og allt þetta. Þetta auðvitað allt áætlanir sem við byggjum á og hér eru einkaaðilar að byggja og við horfum einmitt út gluggann á Helgafellshverfi þar sem að rís og hefur risið núna síðasta ári bara töluvert mikill fjöldi af fjölbýlum og ánægjulegt að sjá hversu hratt og vel sú uppbygging hefur gengið og að fólk sé flutt þarna inn og farið að njóta þess að búa í þessu fallega sveitarfélagi. Þannig að ég held að við verðum náttúrulega líka að horfa til þess að fjárhagsáætlanir eru bindandi og eru ákveðin rammi fyrir okkur sem stýrum sveitarfélaginu og starfsmenn þess, en þetta líka áætlun. Og áætlun í eðli sínu alltaf bundin af þeim upplýsingum sem við höfum og það svona einhver ágiskun og hún byggð á ýmsum gögnum og upplýsingum en það auðvitað erfitt að festa nákvæmlega fingur á það hvað margir flytja nákvæmlega í sveitarfélag eða þá hverjar eru tekjur þeirra og þar af leiðandi hverjar eru útsvarstekjurnar. Alveg eins og við höfum verið að glíma við í þegar við erum að áætla fjölda barna og uppbyggingu skóla að það auðvitað alltaf áætlun og það verður alltaf að gera ráð fyrir því að það sé svona eitthvað bil og erfitt að segja nákvæmlega til hvað þetta liggur. En mér langaði aðeins út af því að fulltrúi íbúarhreyfingarinnar fór líka yfir framlög úr jöfnunarsjóði. Bara svo að það sé öllum ljóst að þau auðvitað skýrast af ákveðnum þætti. Þetta mestmegnis útgjaldajöfnunin, annars vegar vegna málaflokks fatlaðra og ástæðan fyrir því að Mosfellsbær að fá hærri framlög með málefni fatlaðra heldur en önnur sveitarfélög einfaldlega svo að við erum hér með hátt hlutfall fatlaðra. Og þjónustan sem þau þurfi, ljótt að tala þetta sem svo þjónustu þyngd eða þyngd fatlaðra, en það flokkað í ákveðna flokka og við erum hér til að mynda með Skálatúnsheimili og þar eru fatlaðir einstaklingar sem eiga rétt á ákveðnu fjármagni úr jöfnunarsjóði eða sveitarfélag á rétt á ákveðnu framlagi úr jöfnunarsjóði. Þannig það skýrir það ekkert annað. Það bara fjöldi fatlaðra og í hvaða flokk þeir lenda þegar verið að meta kostnaðarmeta þörfina sem að samfélagið vill veita þessum aðilum í þjónustu. Nú reyndar í grunnskólaframlagi líka hærra til sveitarfélagsins Mosfellsbæjar heldur en margar annarra sveitarfélaga og það skýrist náttúrulega fyrst og fremst af því að við erum ríkasta sveitarfélagi þegar kemur að fjölda barna. Við erum hér, meðalaldur hér lægstur og ég held við nálgumst að einhverju leyti Garðabæ að gera það með Álftanes var svona sambærilegt okkur og svo þegar Garðabær sameinaðist Álftanesi þá lækkaði meðalaldurinn þeirra, hann var orðinn töluvert hár en ég held að fólk verður bara að hafa það alveg á hreinu að framlögin úr jöfnunarsjóð skýrast bara af þessum þáttum. Það bara reiknu formúla á jöfnunarsjóðs og jöfnunarsjóður vegna þess að ég hef verið þar sem varamaðurinn í stjórn á auðvitað alveg erfitt með að áætla tekjurnar eins og við með útsvari því það skýrist af því. Það skýrist auðvitað bara skatttekjur og jöfnunarsjóður notaður til að jöfna aðstæður sveitarfélagana út frá þessum þjónustuþáttum þegar grunnskóla framlagi að ræða eða málefni til fatlaðra.
Þannig að það bara ákveðið hlutfall sem að renna inn í jöfnunarsjóð af skatttekjum ríkisins og því skal deila út í samræmi við fjölda barna í grunnskóla og svo fjölda fallara. Þannig að það segir enga aðra sögu en nákvæmlega það þegar lesið upp þau framlög eða hlutfall sem að skatttekjurnar hér eru sem hlutfall úr jöfnunarsjóði versus annars konar skatttekjur. Ég held að það sé mikilvægt að halda því til haga en mér langar bara að lokum að ítreka þakkir mínar til allra þeirra sem að komið hafa að rekstri bæjarins á þessu ári, starfsmenni, fjármáladeildinni, bæjarstjórna, sviðsstjórum og yfirmönnum stofnana sem að hafa staðið sig vel í að vinna innan þess ramma sem að við gáum þeim hér þegar við samþykktum fjárhagsáætlunina okkar og ég bara fagna þessum árangri sem við erum að sýna og náttúrulega kannski fyrst og fremst þeim árangri að hingað vill fólk í umvörpum flytja og að íbúum í Mosfellsbæ fjölgi eins og verið hefur á síðustu árum og ég vona að það verði svoleiðis áfram þó að það sé alltaf ástæða til þess að fjölgunin sé ekki of hröð en þá hefur verið skortur á íbúðarhúsnæði hér á höfuðborgarsvæðinu og ef eitthvað sveitarfélag hefur staðið sig í því að hafa hér á reiðum höndum deiliskipulag þannig að hægt sé að byggja í tengslum við þá þörf sem á markaðnum, þá held ég að það hljóti að vera Mosfellsbær. Haraldur, þú svo vel, Haraldur. Forseti, ég kem hér upp vegna þess að það var svona beint til mín með bæjarstjóra ákveðnum spurningum. Rétt að fara yfir þær og að Bryndís Haraldsdóttir bæjarfulltrúi hafi nú að hluta til svara þeim. En ég skildi eina spurninguna frá bæjarfulltrúi íbúðahreyfinguna þannig hvað varðum hennan hagnað eða meiri rekstrarafgang heldur en áætlanir gerði ráð fyrir. Það var rétt sem fram kom að hann verður 400 milljónum hærri, þannig að segja að rekstrarafgangurinn heldur en áætlanir sagði til og þá nú rétt að öllum sé það ljóst að þetta eru ekki alls saman peningar í kassan, þetta eru hluta til reiknaðar stærðir. Það er að segja að það að verðbætur séu lægri heldur en að við gerðum ráð fyrir í fjárhagsáætlun þýðir ekki að það séu komið peningar í kassan. Þetta eru reiknustærð sem að kemur þá fram í auknum rekstrarafgangi en leggst ekki inn á bankareikningin sem slíkan. Það gera hins vegar aðrir liðir, til dæmis eins og hækkun útsvarstekna. Þeir leggjast inn á bankareikningin sem og greiðslur frá, til dæmis eins og ég nefndi hér, Íslandsbanka vegna uppgjörs á dómsmáli vegna gengisláns, hann leggst líka inn á bankareikningin. Þannig að fólk verður að skilja á milli þess sem eru reiknaðar stærðir og þess sem er beinlínis peningar inn á bankareikning sveitarfélagsins. Munurinn kemur fram í því sem ég hef nú held ég nefnt hér nokkrum sinnum á ári og nokkrum sinnum í hverju yfirferð á ásetningi sem og í fjárhagsáætlun í stærðinni eða kennitölunni veltufé frá rekstri. Það eru þeir peningar sem að standa eftir þegar búið að greiða allan kostnað og það væri hægt að nýta þá til fjárfestinga eða greiðslu skulda, afborgana á skuldum. Og kom fram í minni ræðu áðan að mismunurinn á veltu frá rekstri frá áætlun til raunveruleikans sem var 300 milljónir eða svo. Þannig að þeir peningar eru þá til reiðu, til ráðstöfunar, til einhverja hluta og það er ekki svo að þeim hafi verið eytt í eitthvað annað. Þeir eru bara þarna og þýðir þá það að lánsfjárþörf sveitarfélagsins er minni og við erum að framkvæma umfram rekstrarafgang, þessi að framkvæmdur okkar á árinu 2018 eru áætlaðar nettó einhvers staðar í kringum 1600-1700 milljónir, 1,6 milljarður og það þýðir þá að reksturinn hafi skilað meiri peningum í kassan sem ekki þó reiknaðarstærðir
þýðir þó það að lánsfjárþörf fyrir sveitarfélagið sem minnist því niður. Og það afskaplega gott. Þannig að það ekki búið að, eins og mér fannst bæjarfulltrúum vera að nota þessa peninga í eitthvað sem ekki á að nota á því. Það ekki þannig. Þeir liggja þarna bara fyrir eins og þeir eru. Og það sem ánægjulegast í þessu öllu saman það að upp til hópa fjárhagsáætlun stofnananna, þar að segja hinn eiginlegi rekstur að standast á hann. Þrátt fyrir mikla íbúafjölgun að þá reksturinn skólana, til dæmis stóru skólana okkar, leikskólana, flestra ef ekki allra, félagsþjónustunnar með ákveðnum undantekningum sem við þekkjum, snýra málefnum fatlara fyrst og fremst út af Skálatúni, þetta alltaf standast. Þannig að það var þess vegna sem ég skírskotaði til þess hvert viðhorf okkar stjórnenda, okkar starfsmanna gagnvart rekstri sveitarfélags. Og að það hafi tekist að búa til þetta viðhorf með samhentu átæki allra, að það sem þeim hætti. Þannig að það ekki eins og þessi peninga að sé stungið undir stóli eða settir í eitthvað annað sem að fara í, ef að spurningin hefur snúist það. Síðan hvað var það jöfnunarsjóð, að komum við þetta fram í máli Bryndísar að tekjur jöfnunarsjóðs eru í hlutfalli við tekjuskatt í landinu. Það fyrir ákveðið hlutfall tekjuskattsins sem rennur í jöfnunarsjóð. Og sem þýðir þá það að það ekki bara Mosfellsbær sem að fá meira úr jöfnunarsjóði, heldur flest sveitarfélög sem yfirleitt fá tekjur úr jöfnunarsjóði. Það eins og það öll sem fá það. En okkar hlutfall hátt vegna þess að málaflokkur fatlara stór í Mosfellsbær. Við erum hér eru heimili, Skálatún, Ásgarður, einhver leyti Tjaldanes, Reykjadalur, sem eru hlutfallslega stór miðað við stærð sveitarfélagsins. Sem þýðir það að sá málaflokkur mjög stór hér og þess vegna hækkuðu tekjur sveitarfélagsins frá jöfnunarsjóði mjög þegar að þessi málaflokkur var færður frá sveitarfélögum, frá ríkjum til sveitarfélaga. Hlutfallslega miklu meira heldur en hjá öðrum sveitarfélögum. Þetta ástæðan og ég held nú að reyndar að þetta eigi nú öllum að vera ljóst við þetta borð. Búið að ræða það nokkuð oft og fara yfir það hérna nokkuð oft. Síðan varðandi íbúafjölgunina þá það nú bara einfaldlega þannig að það kemur í ljós að Mosfellsbær mjög vinsælt sveitarfélag til búsetu. Fólk vill búa hér. Það ekki bara verktakar sem áhuga að byggja hér. Verktakar hafa áhuga að byggja hér vegna þess að þeir telja að þeir ekki geta selt hér íbúðir. Og það vegna þess að fólk hefur áhuga að búa hérna. Og sú uppbygging hefur orðið hraðari. Það varð hraðari á árinu 2018 og hluta til árinu 2017. heldur en við höfðum áætlað, eða bærinn hafði áætlað. Við reyndar sögðum það þegar við vorum að leggja fram fjárhagsáætlunina fyrir árið 2017 að við værum með varfærna íbúafjölgun í þeirri áætlun. Þetta var í svona lágmarks áætlun, hvað það varðaði. Hún var síðan, ég hefði reyndar aldrei treyst mér að leggja fram áætlun upp á rúmlega 8%, en það var raunin og það sýnir bara, og ég held að við getum þá bara hrósa okkur hér við þetta borð og hrósa starfsmönnum Mosfellsbæjar fyrir það, að hér vill fólk setja stað að búa og hér vilja til dæmis verktakar byggja upp húsnæði, þar sem þeir telja að það sé hægt að selja það hér og sem að algjörlega raunin. Þannig að þetta alls saman í mínum huga afskaplega jákvætt og við erum að vera stolt af að þessar tölur séu að fara í þessa átt hvað þetta varðar. Síðan var það hérna að lokum varðandi
Ábyrgðarskuldbindingar, ég reyndar að viðurkenna það, ég áttaði mér ekki alveg á hvað fyrirspyrjandi var að tala það eða bæjarfulltrúi íbúðarhreyfingarinnar. En það kemur hérna fram sko í endurskoðunar skýrslu á blaðsíðu 16, kafla 8, skuldur og skuldbindingar. Það var fjallað aðrar skammtímaskuldir, skuldbindingar utan efnahags og ábyrgðarskuldbindingar og svo neðst punktur. Við vekjum athygli stjórnanda og ofangreindum skyldum sveitarfélagsins sem eru þá hefur verið að vitna til allra þeirra atriða sem þar og ofan eru greindir í þessum tiltekna kafla og þar á meðal ábyrgðarskuldbindingum. En ábyrgðarskuldbindingar fjallað í skýringum 18, ábyrgðir og skuldbindingar utan efnahagsreiknings. Og það segir að sveitarfélagið ásamt öðrum sveitarfélögum aðili eftirtöldum byggðarsamlögum og öðrum samstarfsverkefnum sem eru slökkviliðið, Sorpa og Strætó og sveitarfélagið ber hlutfallslega ábyrgð á skuldum og skuldbindingum byggðarsamlaganna og samstarfsverkefna miðað við á íbúatölum. Þannig að með þessum hætti hefur endurskoðandinn farið yfir þetta og þetta kemur það hérna fram í skýrslu hans. Þannig að það held ég ekkert við þetta tiltekna atriði að bæta. Já, það þrír á mældarskrá og það Kolbrún Þorsteinsdóttir sem að þetta næsti máls. Sér svo vel, Kolbrún. Já, takk forseti. Ég vildi aðeins koma líka fram undir þessum lið af því að ég aðeins svona hnaut það sem kom fram hérna áðan í máli, eða það sem var sagt hér áðan varðandi málaflokk fatlaðra. En það svo sem allt komið fram hérna, bæjarstjóri og Bryndís Haraldsdóttir sögðu nú frá því aðeins nokkuð vel hérna áðan. En það var talað að Mosfellsbær væri hástökkvari eitthvað varðandi jöfnunarsjóðinn og ég ætlaði bara svona að tryggja það að allir vissu það hér við þetta borð að árið 2011 þá tóku sveitarfélögin við þessi málaflokki fatlaðs fólks og við höfum, eins og hefur komið hér fram, við höfum hátt hlutfall einstaklinga sem þurfa á þessari þjónustu að halda. Og ef við erum einhverjir hástökkurar þá ætla ég nú bara að hrósa happ yfir því að við höfum síðan þá barist fyrir þessari þjónustu og bættri þjónustu frá ríkinu. Við tókum við þessari þjónustu árið 2011, þetta búið að vera, töluverður, svona mikil barátta og okkar starfsfólk sér að fá það sem það fé sem að málaflokknum átti að fylgja og séu orðin hástökkurar þá ætla ég að fagna því. Þannig að við eigum að vera hástökkurar miðað við það sem að rauninni hefur vantað upp á og það þjónustu sem við viljum veita sem sveitarfélag. Og ég er bara ákaflega stolt af því að við séum það. Þannig að það var þess eiginlega sem ég vildi segja um þetta og því að þessi málaflokkur hefur staðið mér nokkuð nærri. Ég var lengst af búin að vera, ég var formaður fjölskyldunefndar þegar við tókum yfir þennan málaflokk og það hefur verið, þetta hefur verið stórt verkefni og mikilvægt. Mér finnst mjög gott að við séum orðin hástökkarar. Þá erum við að ganga í rétt átt. Og svo langar mér bara að segja að lokum að Mosfellsbær vel rekið sveitarfélag og það fólk vill flytja í vel rekin sveitarfélag. Þess vegna hefur okkur fjölgað og þess vegna eru aðstæður hér sem þar eru og fólk yfirleitt hér vonandi líður sem best. Þannig að við skulum bara öll hér sem eitt við þetta borð klappa okkur á öxlana við það. Starfsfólkinu bara vil ég þakka sérstaklega fyrir framúrskarandi starfsfólk. Við erum öll hér við þetta borð eflaust að reyna að gera okkar besta og mér finnst við að gera það. Þannig að við getum bara verið nokkuð ánægð með þessa niðurstöðu. Þetta eru ánægjulega tölur og það eru næg verkefni framundan. Eins og fram hefur komið hér sveitarfélagi í miklum vexti og meira segja margir talað að vaxtarverki eins og í Helgafellinu. Það gengur eins og þar. Þannig að það er bara vonandi að í þessum nýbyggingahverfum okkar bara komi allir heilir undan því þarna eru náttúrulega verktakar og íbúar og allt í bland þannig að þetta þarf allt saman að ganga vel fyrir sig. Þannig að ég er bara nokkuð stolt sem bæjarfulltrúi. Ég er ánægð með það að við séum hástökkarar í varðandi þennan málaflokk fatlaðra og það sýnir það að við erum á réttri leið. Annars bara þakka ég fyrir, forseti. Já, Hafsteinn Pálsson, gjör svo vel, þú næstur. Forseti, ég vil lýsa mikill ánægju með niðurstöðu þessa reiknings og þakka öllum sem hlut eiga að máli.
þessi niðurstaða gerir það verkum að við eigum betra með að mæta þeirri uppbyggingu sem þarf að eiga sér stað við þessa fjölgun íbúa sem að orðið og það ánægjuefni og annað varðandi svo það af hverju þessi fjölgun svona mikil og af hverju íbúamagnið meira heldur en að spáð var. Það nú einfaldlega þannig að það framboð og eftirspurn og þegar að það eftirspurn eftir húsnæðinu og eftir því sem verið að gera þá hraða menn framkvæmdum af því að þeir sjá fram á að geta selt íbúðirnar og framkvæmdarhraðinn vex með hliðsjón af því að það fæst sala á eignunum. Á öðrum kosti væri unnið hægar í þessum framkvæmdum. Það svona rétt að það komið fram. Og þetta allt atriði sem hafa áhrif á að fjölgun mun meiri heldur en að ráð hafi verið fyrir gert. En enn og aftur, takki til allra sem að hluta á máli fyrir ánægjulega niðurstöðu. Já, þá komið að næsta bæjarfulltrúa, það Sigurður Póstóttur, gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti. Mig langar að þakka Bryndísi fyrir ágætis tölu jöfnunarsjóð. Það náttúrulega ekkert, ég var ekki með því að ræða, með því að gera grein fyrir því að hversu stórar upphæðir við fáum úr jöfnunarsjóði var ég ekki að ýja neinu. Ég var bara að benda á þetta íbúum til upplýsings. Og vegna að þetta áhugavert. Af því að Mosfellsbær fær hlutfallslega meira fé og það að náttúrulegum orsökum sem að Mosfellsbær fær þetta fé og jöfnunarsjóð og ég bara frábið mér að hafa verið að ýja að einhver. En það var ýmislegt sem kom hér fram í máli manna og varðandi þessa skyldu sem hvílir á sveitarfélaginu að skila árlegu yfirliti ábyrgðir og skuldbindingar. Þá þetta á blaðsíðu 18 og segir þar sem sagt í reglugerð 12/12/2015 bókhald fjárhagsáætlanir og ársreikninga sveitarfélaga sem tók gildi hinn 1. janúar 2016 skulu sveitarfélag árlega útbúa ábyrgða og skuldbindinga yfirlit og skal það staðfest samhliða staðfestingu ársreiknings hvers árs. Og það sem sagt í næstu setningu kemur þar fram að já, nei, þetta já. Í næstu setningu kemur fram að við vekjum athygli stjórnenda ofangreindum skyldum sveitarfélagsins. Og fyrir ofanstendur sem þess að sveitarfélag ásamt öðrum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu þátttakandi í 3 byggðasamlögum. Sveitarfélögum bera hlutfallslega ábyrgð á skuldum og skuldbindingu byggðasamlaganna miðað við samanlagða íbúðatölu á hverju ári. Þetta það sem þú last, það ekki áðan. En hvað sem því líður þá það sem að mér langaði að benda á varðandi fjárhagsáætlun að hún einfaldlega bindandi. Og það skal gera sveitarstjórn grein fyrir frávikum sérstaklega og
og okkur ber að fjalla sérstaklega það þegar rekstrarafgang að ræða. Hvernig bregðast skal við því? Eða líka bara verri afkomu. Það skiptir ekki máli í hvora áttina sem sagt, þetta fer. Heldur sem sagt, eigum við bara sem kjörnir fulltrúar að bera okkur skylda til að bregðast við. Og það þarf að taka þetta til sérstakrar umræðu þegar uppkemur svo staða að við stöndumst ekki fjárhagsáætlun og það eru frávik í hvora áttinni sem það Og það nú bara það sem að ég átti við hérna áðan. Og eins sko varðandi íbúafjölgunina. Ég verð að segja að ég kaup ekki alveg að það sé ekki hægt að gera betri áætlanir. Mosfellsbær, hann gefur út byggingarleyfi. Mosfellsbær hefur eftirlit með byggingaframkvæmdum. Þessar upplýsingar uppbyggingu hljóta að liggja töluvert skýrar fyrir. Allavega get ég ekki séð annað en að það hljóti að vera hægt að gera betri áætlanir en þetta. Það ansi mikill munur að þegar gert ráð fyrir 3,4% aukningu og svo verður hún 8. Auðvitað það ánægilegt, auðvitað gott að búa í Mosfellsbæ, annars byggjum við ekki hérna og svo framvegis. En þetta einfaldlega svona að mér bara leikur forvitna á að vita hvort að ekki hægt að gera þetta betur. En sem sagt, ég var hér með smá viðbót við það sem ég sagði áðan og það þegar vel árar eins og nú þykir íbúðarhreyfingunni ástæða til að gera betur við þá sem minna mega sín. Við viljum á meðan að þeir búa ekki við sæmilega góð kjör, þá viljum við til dæmis ekki lækka skatta, eins og Bryndís talaði hérna áðan. Heldur, við viljum frekar skoða hvort ekki sé svigrúm til að auka framlög til lögbundinna verkefna. 2 verkefni standa þar sérstaklega upp úr og það annars vegar að hækka fjárhagsaðstoð sem í dag nemur einungis 177.000 á mánuði fyrir hvern einstakling eða fyrir þann einstakling sem nýtur fjárhagsaðstoðar og hins vegar að fjölga félagslegum íbúðum sem mikill skortur á hér í bæ. Fjárhagsaðstoðin hefur ekki hækkað í takt við laun og verðlag á undanförnum árum. En markmið hennar samt að gera fólki kleift að framflytta sér. Hvað félagslegar íbúðir varðar hafði ég í vikunni spurnir á 2 einstaklingum sem sáu sér ekki annað fært en að flytja í önnur sveitarfélög vegna þess að félagsþjónustan gat ekki út af þeim húsnæði. Báðir þessir aðilar eiga fjölskyldur og hafa búið í Mosfellsbæ langt skeið. Það grafalvarlegt mál finnst mér að eina úrræði skuli vera að flytjast burt frá fjölskyldu og vinn úr sveitarfélaginu. Síðastliðin 16 ár hefur sveitarfélagið einungis fjárfest í einni íbúð. Rökin fyrir því hafa verið að betra sé að leigja íbúðir á frjálsum markaði. Það henti betur. Sá hangur hefur hins vegar verið á að framboð á leigu íbúðum hefur langt skeið verið lítið sem ekkert. Það samt að aukast, en í millitíðinni hefur húsaleiga margfaldast og hefur hækkun húsaleigubóta og fjárhagsaðstoðar ekki haldist í hendur við það leiguverð sem nú í boði. Annað vandamál að húseigendur sýna oft lítinn vilja til að leigja félagsþjónustu sveitarfélaga íbúðir. Eina raunhæfa úrræðið því að kaupa íbúðirnar til þess að standa undir lagaskyldu sveitarfélaga að útbúa þeirri lagaskyldu sveitarfélaga samkvæmt lögum félagsþjónustu
að veita fólki húsnæði í neyð. Við fyrri umræðu á myndist ég líka á að húsnæði vantar til tónlistarkennslu á skólatíma í Varmárskóla. Fjárhagsáætlun 2017. Í fjárhagsáætlun 2017 var gert ráð fyrir færanlegum kennslustofum en svo heimild var ekki nýtt og ég spyr hvers vegna ekki að nýta þá heimild til að framfylgja þeirri stefnu að efla tónlistarkennslu á skólatíma. Ég er hérna með 3 tillögur þessi 3 atriði og fyrsta tillagan hljómar svo: bæjarstjórn samþykkir að fela fjölskyldusviði að meta kostnað við að hækka fjárhagsaðstoð í 190.000 krónur á mánuði og fjölga félagslegum íbúðum í eigu sveitarfélagsins 2 á árinu. Tillaga 2, bæjarstjórn samþykkir að fjölga færanlegum kennslustofum við Varmárskóla. Nei, býttu nú. Þetta er hérna tvítekið, þetta eru 2 tillögur. Bæjarstjórn samþykkir að fjölga færanlegum kennslustofum í Varmárskóla í þeim tilgangi að tryggja pláss fyrir tónlistarkennslu á skólatíma. Í fjárhagsáætlun 2017 var gert ráð fyrir að fjárfesta í færanlegri kennslustofu en sú heimild var ekki nýtt. Ég sendi Arnari þetta. Og svo vil ég bara þakka ykkur innilega fyrir velunni störf við gerð fjárhagsáætlun. Ég er svona að setja spurningamerki sem forseti það tillögur, Sigrún, hvort að þeir eiga heima akkurat núna þegar við erum að ræða ársreikning og hann verður borin upp til samþykktar. Það er kannski frekar heima í fjárhagsáætlunargerðinni. En við kannski ræðum þá eftir, við höldum áfram með fundinn. Það eru 2 mann á skrá, það er Bryndís. Gjörðu svo vel. Já, forseti, mér langar að koma hér inn á 2 atriði allavega. Fyrst það sem kom fram í máli bæjarfulltrúa íbúahreyfingarinnar þegar hún er að ræða áætlanir og hvort að við getum gert betur. Þá skal ég alveg fara í liðmennið í því og ég held að við eigum alltaf að vanda okkur við alla áætlanagerð og ég hugsa að við getum alltaf þróa okkur áfram í því að gera enn betri áætlanir. Það aftur á móti að áætla nákvæmlega hversu margir flytja í sveitarfélagið og hins vegar hver eru meðal tekjur þeirra er og verður alltaf býsna erfitt. Þannig að ég og alveg svo bæjarstjóri kom inn á þetta voru þetta varfærnislegar áætlanir og ég held að öllum hafi verið það ljóst. Við ræddum það við fjárhagsáætlunina hvort að þetta væri raunhæft, hvort það væri ekki enn meira sem mætti búast við. En það er auðvitað eitt að íbúð klárist eða blokk klárist og íbúðir séu tilbúnar og annað að fólk flytji inn. Það verða ekki til útsvarstekjur fyrir en fjölskyldur eru fluttar inn í íbúðirnar þó að þær hafi verið kláraðar. Þannig að það augljóslega setur alltaf þetta misræmi á milli. En bara vegna einmitt þessar orða þá langar mér samt að segja það sem ég hef oft sagt að það vantar töluvert að mínu mati allavega að opinberum upplýsingum stöðu byggingamarkaðarins. Og nákvæmlega sem bæjarfulltrúi benti hér á að sveitarfélögin annars vegar skipuleggja svæðin og vita þar af leiðandi fjölda íbúða sem má byggja á viðkomandi reitum, hins vegar gefa út byggingarleyfi, að þá skyldi maður ætla að það ætti að vera auðveldara að kalla saman upplýsingar stöðu þessa mikilvæga markaðar, hvað er þá til á, ef við leyfum mér að segja, lager, annars vegar deiliskipulag og hversu langt það er komið inn í byggingaferli. Og þetta hefur verið rætt oft á vettvangi SSH og samkvæmt svæðisskipulaginu þá átti skipulagsstofnun að fá þetta verkefni. Það hefur bara rosalega lítið frést af því verkefni hjá þeirri ágætu stofnun og bara ég hef heyrt það frá forstjóra þessar stofnunar að það bara önnur verkefni hafi verið sett í forgang. Íbúðalánasjóður að einhverju leyti hefur verið að taka sér hlutverk að meta fasteignamarkaðinn. Ég veit ekki hvort að það eigi heima þar en það er allavega ekki byggt á upplýsingum nákvæmlega þetta sem bæjarfulltrúin kom inn á. Þannig að ég gæti trúa því að ef það væri fundin góð leið til að taka saman þessar upplýsingar allavega á höfuðborgarsvæðinu og helst landinu öllu, þá myndi það auðvelda starfsmönnum okkar töluvert þegar kemur að því að gera áætlanir
og líka tryggja það bara að þessar opinberu upplýsingar og umræða sem fasteignamarkaðinn og þróun fasteignaverð, að hún verði nákvæmari. Því að mér líður oft þannig eftir sem að fleiri bankar fara að spá fyrir hver verður þróunin á fasteignamarkaði þá bara áætlað verði hækki. Og ég setja spurningamerki við þessa aðferðafræði því hún hefur yfirleitt byggst á því að samtök iðnaðarins keyri hér hverfi og áætli hvað margar íbúðir munu rísa og hversu margir flytja inn í það. Það þessar tölur sem bankarnir og aðrar stofnanir sem að spá fyrir þróun fasteignamarkaðins að nota. Og mér finnst það alveg galið, þannig að ég tek undir það með bæjarfulltrúanum að það væri mjög gagnlegt að taka saman, en þá þyrfti að gerast held ég á stærri skala heldur en bara hérna í Mosfellsbæ. Hver staðan á þessu markaði, þar að segja hversu mikið búið að deiliskipuleggja og veita byggingarleyfa. En ítreka það aftur á móti að þegar við erum að gera hér fjárhagsáætlun og erum að áætla útsvarstekjurnar, að þá auðvitað miðast það við að fólk flytji hér inn í sveitarfélagið og líka þá hverju eru meðal tekjurnar, að þær séu svipaðar og annað. Þannig að það verður alltaf erfitt að henda reiður á það að vera með einhverja nákvæma tölu og oft hefur okkur hugnast að fara frekar varfærið í það og bregðast þá frekar við heldur en hitt. Svo langar mér aðeins að koma inn á það, því bæjarfulltrúinn einmitt nefndi það að hún vildi frekar gera vel við þá sem minna mega sín heldur en að lækka skatta. Það má ekki skilja sem svo að ég vilji gera illa við þá sem minna mega sín, það ekki þannig. En ég held að það sé hægt að gera bæði og ég held líka að það sé alltaf miklu auðveldara að eyða peningum annarra heldur en sinn eigin. Þannig að ég held að það sé líka ákveðin krafa á okkur hér að hugsa það hversu mikið þurfum við frá íbúum hérna í þessu sveitarfélagi til að standa undir góðum rekstri og til þess að standa undir því að gera vel við þá sem minna mega sín. Ég ætla að leyfa mér að lýsa bara mikilli furðu með það ef að fólk flyst úr Mosfellsbæ yfir í önnur sveitarfélagi til að eiga möguleika á félagslegu húsnæði. Síðast ég vissi þá var það 3 ára tími sem þú þurftir að búa í Reykjavík til að komast inn á biðlistan og eiga rétt á því að sækja félagslega íbúð. Á meðan það eru 6 mánuðir hér og ég held að ekkert sveitarfélag sé með lægri tíma en Mosfellsbær. Ég veit að Kópavogur er með 6 mánuðir líka en það er ekkert annað sveitarfélag sem er lægri tíma. En hverju sem þið líður þá allavega í Reykjavík út af því þetta hefur verið tala það þar er töluveri tími, hvort sem 2 eða 3 ár, það er allavega þannig, þú þarft að búin að vera með lögheimili í Reykjavík í þetta langa tíma til þess að geta átt rétt á félagslegri íbúð. En svo verð ég nú að taka undir það sem að orð forseta hérna, auðvitað er öllum frjálst væntanlega að leggja hér fram tillögu, en við erum kannski í þessari umræðu bæjarfulltrúans komið svolítið mikið yfir í umræðu sem að mér þykir eiga heima frekar í fjárhagsáætlun og umræðu sem við höfum oft tekið þar, hversu margar félagslegar íbúðir á sveitarfélagið að eiga eða að bjóða upp á og við getum alveg haft bara mismunandi skoðanir á því. Ég aðhyllist þá leið sem við höfum farið að taka líka á leigu íbúðir út af markanum og endurlega þær inn í okkar félagslega kerfi. Ég held að til lengri tíma sé mjög gott að vera með svona blandakerfi og sveitarfélagið eigi ekki of margar slíkar íbúðir en getur brugðist við með því að leigja. Því þarfirnar eru líka misjafnar, stundum erum við með margar fjölskyldur sem þurfa svo þjónustu að halda og stundum erum við með einstaklinga. Þannig að þetta þarf að vera ákveðið svona flæði í þessu að mínu mati. Ég held að þetta sé svona cirka það sem ég hafi viljað segja, nema ég held að það verður gaman hjá okkur næst þegar rætt verið fjárhagsáætlun, en ég held að þessi umræði eigi svolítið meira heima þar. Hafsteinn, gjörðu svo vel. Forseti, við ræðum hér ársreikning bæjarins og hann er hér til samþykktar, það er síðar umræða. Það hafa komið fram tillögur sem að eiga í raun ekkert heima undir þessari umræðu og næsta fjárhagsáætlun verður gerð af nýrri bæjarstjórn að loknum sveitarstjórnarkosningum og ég legg til að þessu tillögum sem komið fram sem að hafa fjárhagsáætlunar keim yfir sér verði vísað frá og þarf ég að gera það skriflega eða? Nei, ég ætla að gera rétt fundarhlé eftir þú lokið máliðinu. Já, ég ætla að þannig að forseta þarf að gera hérna stutt fundarhlé. Af hverju höfum við umræðu
Þá förum að ganga til aðkvæði, rétt í aðeins og alla gefur merki og... Góða, þú mynd. Með kökuna. Við höldum það áfram með fundin. Það liggur hér fyrir frávísunartillaga frá Hafsteini Pálsson sem snýr að því að tillögum Sigrúnar Pálsdóttur sem var kynntar hérna áðan fyrir hliðið að þeim verði vísað frá. Þannig að við göngum til að atkvæða frávísunartillögu Hafsteins Pálsson og ég bið þá bæjarfulltrúa sem eru samþykkir þeirri tillögu að réttu hönd. Er einhver á greiða atkvæðum frávísunartillögu Hafsteins Pálssonar? Er einhver á móti því? Það hún er samþykkt með 6 atkvæðum, 1 á móti og 2 sitja hjá. Og Sigrún Pálsdóttir Bryndís Haraldsdóttir hefur beðið orðið og gjör svo vel. Virðulegur forseti, fulltrúar D.V.lista óska þess að bókað sé í fundargerð fundarins á þessum tímapunkti. Tillögur íbúðarhreyfingarinnar fjalla ekki ársreikning ársins 2017, eins og heiti dagskrárliðarins ber með sér. Því er ómöguleiki í því fólginn að taka hér til afgreiðslu tillögur sem lúta að breytingum á fjárhagsáætlun ársins 2018. Því vísum við tillögunum frá. Því til viðbótar er það óábyrgt með öllu að leggja hér fram óundirbúnar tillögur án þess að það hafi verið kynnt fyrir bæjarfulltrúum og fjárhagsleg greining átt sér stað. Fjárhagsáætlun er mikilvægur rammi og agi á fjárhagsstjórn sveitarfélagsins. Því er mikilvægt að ef gerðar eru breytingar á fjárhagsáætlun þá liggi fyrir ítarlega greiningar á áhrifum þeirra svo að forgangsröðun verkefna sé skýr. Viðkomandi tillögur lykta af því að bæjarfulltrúi íbúðarhreyfingarinnar sé komin í kosningaham. Líklega er það eitt af því hættulegasta sem gerist á kosningavori þegar kjörnir fulltrúar ráðast í breytingar á fjárhagsáætlun yfirstandandi árs. Hún verður send fundarritara. Já. Við gerum núna fundarhlé, bæjarfulltrúi íbúðarhreyfingarinnar boða bókun og við gerum hlé til þess að hún hafi Sigrún til þess að... Já, við hefum þá fundan í og Sigrún Pálsdóttir ætlar að lesa upp bókun. Gerð svo vel. Já, ágætis forseti, ég hef hug á því að bóka vegna frávísunar tillögum af tillögum íbúðarhreyfingarinnar, frávísunar á tillögum íbúðarhreyfingarinnar. Og bókunin hún hljóðar svo: bæjarfulltrúi íbúðarhreyfingarinnar harmar ómálefnalega og ólýðræðislega frávísun fulltrúa D.V.lista á tillögum bætt kjör og aðbúnað efnaminni íbúa í Mosfellsbæ og fullnægjandi aðstöðu til tónlistarkennslu í Varmárskóla. Í kjölfar þess að ársreikningur leiddi í ljós betri rekstrarniðurstöðu en áætlanir gerðu ráð fyrir. Kjörnir fulltrúar voru nýverið að fá þær upplýsingar að Mosfellsbær skilaði umtalsverðum rekstrarafgangi og ber þeim sem eftirlitsaðilum að ræða frávikin og bregðast við þeim. Engin umræða hefur hins vegar farið fram máli í bæjarráði og bæjarstjórn og telur íbúðarhreyfingin það verið í trássi við ábyrga fjármálastjórnun og góða stjórnsýsluhætti. Skortur á samfélagslegri ábyrgð og umhyggju fyrir þeim sem minna mega sín hefur lengi loðað við fjárhagsáætlanir VAF og D.V.lista í Mosfellsbæ. Íbúðarhreyfingin hefur talað fyrir bættum kjörum ungra og efnaminni frá upphæði þessa kjörtímabils, líka betri aðbúnaði tónlistarskólans til tónlistarkennslu. Í tillögunum felst því engin stefnubreyting af okkar hálfu með því að vísa tillögum íbúðarhreyfingarinnar frá, missa fulltrúa D.V.lista hins vegar af tækifæri til að bæta fyrir syndir sínar á kjörtímabilinu. Já. Vantar eitthvað þannig í restina, Arnar? Já. Og það er hérna gaggbókun bróðuð hér og Hafsteinn Pálsson, gjör svo vel. Já. Tæknilegur örðuleikar henni. Já, gjör svo vel, Hafsteinn. Forseti,
Það er kannski rétt bara áður en ég les bókun að halda því til að haga að því að það voru að nefna listaskólan að fjárhagsáætlun fyrir 2018 gerir ráð fyrir að bæta við 2 stöðugildum í listaskólan og þannig að það segir nú kannski sitt það og en bókun VAF og D-lista er eftirfarandi áréttum að til umræðu er ársreikningur bæjarins fyrir árið 2017. Bæjarfulltrúar VAF og D-lista eru stoltir af þeirri góðu niðurstöðu sem þar er. Við vísum á bug þeim dylgjum sem framkoma í bókum bæjarfulltrúa íbúahreyfingarinnar. Fjárhagsáætlun fyrir yfirstandið ár var samþykkt í desember síðastliðnum en þar er gert ráð fyrir umtalsverðri þjónustuaukningu sem mun gera góða þjónustu enn betri. Ljóst er að fólk sækist í að búa í Mosfellsbæ enda er hér veitt góð þjónusta til íbúa á öllum aldri. Já, við höldum nú áfram með þennan dagskrálið, ársreikningur Mosfellsbæjar fyrir 2017 og Theodór Kristjánsson, þú varst búinn að biðja orðið, gjör svo vel. Forseti, þá er kannski þetta pínlindi aftur bara í byrjunni þessum ræddum og þakka þetta fólki fyrir frábært starf, koma þessu öllu saman, heim og saman og en af því að umræðan hefur afbakast eins og raun ber vitni og ég hef látið liggja því að við í VAF og D-lista höfum ekki áhuga á velferð eða þeir sem minna mega sín eða hvernig það voru orðað hér og það langar mig að minna það að við höfum verið hérna og til dæmis starfi í fjölskyldunni sem ég seti núna í annað ár með öllum fulltrúum hefur gengið mjög vel, við höfum bætt talsvert í þar, við höfum verið að fjölga úrræðum með húsnæði og félagslega úrræðum, hækkað sko allskyns hvað við segja, bætur og hvað það heitir og við þekkjum þetta vel, við tókum við umræðu og þeir sem hafa fylgst með bæjarstjórnarfundum vita að við höfum sömu umhyggju fyrir öllum og mér finnst skrítið og kannski óþarfi að taka þessa ágætu umræðu sem átti sér stað ársreikning liðins árs og segja að engin umræða fara fram með niðurstöðun eins og kannski við ræddum áðan, þetta er hálfs mánaða gamalt mál. Við erum að kynna það hér. Niðurstöðan liggur núna fyrir. Og segja við höfum ekki rætt niðurstöðan, bæjarstjóri fór gaumgæfilega við það hverju valdur, í hverju skekkjan var. Hér fjölgaði íbúum og það við getum haldið áfram. Þessi umræða fór fram. Það er það sem við áttum að ræða. Af hverju var afgangurinn meiri en við áttum vona? Við ætlum ekkert að ræða hvernig við ætlum að eyða honum. Það er eitthvað sem við komum að síðar og jafnvel svo bæjarstjóri sem tekur við. En ég greini það kannski eins og við komum fram áðan að þeir hafin einhver slags kosningabaráttu og loforð og ég get alveg tekið undir hluta því sem komið það fram hvað við höfum að gera í framtíðinni. En það er ekki umræðefni. Hérna hefur setið núna hvað á 3. tíma líklega eitthvað svona sem að tengist ekki umræðinni og miklu betur heima eins og við þekkjum í form og formgerð, bæjarráðs með tillögu og fjárhagsáætlunargerð. En ef menn ætla að smíða stefnuskrár hér, þá er það bara gott og gilt. En mér finnst þetta svo leiðilegt, þetta er svo ljótt að bjóða upp á þetta. Höldum okkur við það sem við vorum að ræða, það var fjallað hverju að kenna að áætlunum stóðst ekki og það var tilviljun kannski stundum höfum við farið við það, við höfum haft minna úr að spila heldur við áttum vona á. Nú er það bara afgangur og skýringar kom á því. Það á ekkert að ræða meira en það, ekki hvernig á að eyða þeim. Það er ekki umræður. Við erum búin að þróast út í það, við erum að takast á hann svona og setja mjög flokk með fólki sem vill ekki gera neinum til geðs með að bæta hér úrræði fyrir fólk sem minna að má sín. Þetta er bara óþarfi og þetta er ósatt og þið þekkið það, þið þekkið mig hérna inni. Þannig að Sigrún, mér finnst þetta óþarfi. Og það er ekki að kenna mér þetta þó ég tilheyri hérna flokki. Við erum öll dálítið að stefna saman markmið og þessu sitji til dæmis í fjölskyldunefnd, við erum öll sammála við erum í öllum flokkum. Gengið mjög vel. Þannig að við undrar þetta mjög. Við höfum fjölgað úrræðum, félagslegum úrræðum, það liggur fyrir það að kaupa íbúð, það hefur verið að tala hérna listaskóla og afbaka þetta svona á þessari stundu er bara galið. Bara gjörsamlega galið. Og notiði, kæru bæjarfulltrúar, þeir sem sitið í bæjarráði, notiði bæjarráð til þess, komið við tillögur, undirbúðar og leyfa okkur að mæta hérna tilbúin. Í umræðu sem á að skila ykkur fyrir samfélagið, ekki 3 tíma bull hér. Takk fyrir. Kolbrún, gjör svo vel og orðið. Já, forseti, ég vil bara þakka Theodór akkurat þessi orð sem hann sagði og ég vil taka undir þeim. Þetta er nákvæmlega svona og við séum búin að sitja hér núna á þriðju klukkustund undir þessu fyrsta lið bæjarstjórnar sem heitir ársreikningur
og við erum komin út í eitthvað tal fjárhagsáætlun og hvernig við ætlum að eyða þessum afgangi sem má ég hafa fá hljóð? Hljóð í salinn. Þessum afgangi sem á rekstri, að við ætlum að fara að bakka tilbaka og fara hann í bækurnar aftur og að því að við ætlum og sem náttúrulega bara algjörlega óábyrgt og fáránleg stjórnsýsla. Og hvernig, ég bara botna ekkert í þessu, við erum komin alltaf á þennan stað aftur og aftur, við erum að afgreiða hér ársreikninga og ég skil vel að einhver hér sem situr við borðið þola ekki að sitja undir því að okkur gangi vel. Ég skal alveg skilja það. Það ekki allir að hoppa að hæð sína gleði við því að hér gangi vel og við viljum gera vel í Mosfellsbæ. Og þá voru allt í einu komin enn og aftur í leikhús fáránleikans, talandi eitthvað sem ekki að vera að tala og ræðandi hluti, nudd okkur ofan í svaðið með það að við séum vondar manneskjur, við viljum ekki gera vel og ég ætla bara nákvæmlega að segja það sem Theodór sagði. Ég satt líka í fjölskyldunefndinni í 6 ár þar sem við vorum einmitt að tala þetta. Fólk í öllum flokkum sem sitja hér í bæjarstjórnarborði, sem koma að velferðarmálunum. Og það standa hér í beinni útsendingu og segja það að við viljum ekki gera vel. Þetta alltaf þyngra en tárum taki að hlusta á þetta. Og standa hér sveiflandi kosningaloforðunum í hægra vinstri í einhverjum fáránleika sem ég get ekki setið undir lengur. Ég bara óska þess einskis annars en við getum haldið áfram með þennan fund og hættum þessum skrípaleik og höldum áfram ábyrgri bara fundarsettu og fundarstjórn og ég ekki að kvarta við fundarstjórnin, hún mjög góð. En bara yfirleitt að hætta þessum fíflaskap. Þetta alveg komin nóg. Og öflust kemur hún upp aftur og segir að einhverju dramatík og tilfinningar og allt í lagi, ok, bara fínt komum bara með það. En í alvöru talað, þetta alveg gott. Þetta ekki eins og dagskrá. Við erum búin að ákveða þetta og við erum ekki slæma mannskjur. Já, Sigrún hefur bara orðið og reyndar fólk að vera aðeins, gjör svo sæti bara Sigrún með þannig að við gefur orðið. Fólk að fara að tala hérna í þriðaskipti og ég hafa nú ákvæðið að það gera undantekningu út af ársreikningnum sem stórt og mikið málið með margar hliðar, þannig að ég árætta það að ég hyggst gera undantekningu, hún þegar sem sagt komin í stað má segja. Ég vil samt segja leið að við hvet ykkur til þess að fara að nálgast niðurstöðis í fyrsta mál á dagskrá. Þetta búið að taka mikinn tíma eins og við þekkjum öll hér. Þetta það rúmir 2 tímar sem við farið í þetta eina mál og tekið dálítið 3 tímar. Já, 3 tímar. 3 tímar rúmlega. Hvet ykkur bæjarfulltrúa alla að klára þetta mál. Stytta mál ykkar, það er búið að bóka, það er búið að gaggbóka og þannig að við erum búin að taka þetta öllum áttum. Við höfum 14 önnur mál eftir sem eftir að afgreiða hér í kvöld og að svo mæltu ætla ég að gefa Sigrúnu Pálsdóttur orðið sem var búin að biðja það. En ég árætti að það er hægt að koma hér þrisvar og það er bæði Kolbrún og Sigrún hafa gert það núna. Já, ágæti forseti. Mér langar að koma að framfæri Theodór af því að þú varst ekki vitni af því en ég lagði til við Bjarka áðan í einrúmi þar sem að einungis hluti af umræðunum á koma fyrir augu almennings sem framfer hér í bæjarstjórn. Þá lagði ég það til að rekstrarafkoma 2018 yrði tekin fyrir í bæjarráði. Og ég hefði verið tilbúin til þess að draga tillögur mínar tilbaka á þeim grundvelli að við gerðum eins og við eigum reyndar að gera. Að ræða þessi mál og hvernig þessum peningum, þessum rekstrarafgangi verður varið að við ræðum það í bæjarráði. Við sem kjörnir fulltrúar, við berum ábyrgð á fjárhagsáætlun. Og það er ekki bara, við eigum ekki bara og þegar að sú staða kemur upp að það verður rekstrarafgangur eða mínus á bókhaldins og stundum fer, þá á að taka það til sérstakrar umfjöllunar í rauninni bara sem hluta af fjárhagsáætlun. Þessi peningar ekki bara liggja þarna og þá ekki bara ráðstafa þeim einhvern veginn og einhvern veginn, heldur ber okkur eins og öllum öðrum peningum
og þeim peningum sem að við gerum áætlanir í fjárhagsáætlun að ræða það til hlítar hvað á að gera það og það virðist enginn skilja það inni að þannig þurfum við að vinna. Þetta hefur ekki komið inn á borð í bæjarráði og þetta hefur ekkert komið sérstaklega inn á borð Við erum ekkert að taka neinar ákvarðanir hvernig við ætlum að bregðast við þessari stöðu. Og það það snýst þetta mál og ekkert annað. Svo má alveg spyrja sig hver stýrir þessari leiksýningu sem hér í gangi. Af hverju má ekki bara eins og löggerar ráð fyrir leggja fram tillögur. Það hverjum og einum bæjarfulltrúa leyfilegt að leggja fram tillögu sem að lúta að málefnu sveitarfélagsins og þeirri umræðu sem hér vegna þess að ársreikningur náttúrulega ekkert annað en birtingamynd fjárhagsáætlunar eftir á birtingamynd fjárhagsáætlunar og það að ætla að halda því fram að við séum hér ekki að ræða fjárhagsáætlun það náttúrulega svo fjarri sanni að ég hef bara ég get ekki annað en bara undrast yfir fáviskunni. Haraldur Sverrisson næstur, gjörðu svo vel. Var það tónda? Já. Hann getur undrast yfir nokkuð sem við. Forseti, ég ætla alveg svo sem ekki að ræða þessa hluti mikið meira en mér finnst nú eiginlega nóg komið. En ég held að það sé nú samt nauðsynlegt sko. Ársreikningur niðurstaða. Niðurstaða úr rekstri ársins 2017. Við hér við þetta borð getum ekki breytt þeirri niðurstöðu. Við höfum ekki einu sinni leyfi til þess að samþykkja ekki þennan reikning. Það okkar skylda. Nema við teljum að það sé einhver handum á gerðans eða einhverju ólögmæti gjörningar sem hafa verið gerðir eða það sé verið að fela eitthvað eða eitthvað slíkt. En ársreikningur niðurstaða, hann hefur verið endurskoðaður af endurskoðendum bæjarins og það sú niðurstaða sem við erum að ræða hér og hvernig og að samþykkja hann sem slíkan. Niðurstaðan ánægjuleg. Það sem við leitið til að rekstrarafkoma bæjarins góð. Betri heldur en áætlanir gerður ráð fyrir. Það að fara hér á þessum fundi að afgreiða einhverja tugi ef ekki 100 milljóna króna tillögur einhverja breytingar á fjárhagsáætlun ársins algjörlega út í hött. Bara algjörlega út í hött. Og ég held að fáum myndi detta slíkt í hug. Í nokkurn veginn vissum það að 8 af 9 bæjarfulltrúum eru sama sinni svo ég. Leyfið mér að tala fyrir hönd þeirra sem ekki hafa talað, þeir leyfið til mig þá að það rangt. Og að tala að ársreikningur á fjárhagsáætlun sé sami hlutur og viðkomandi búin að vera hér viðlefandi bæjarmáli í mörg ár. Ég veit eiginlega ekki hvert þessi umræða að fara. Fjárhagsáætlun áætlun það reyndar bindandi það hvernig fjármunum skuli varið. Í þessu tilfelli fór með ráðstöfu þeirra fjármuna nokkurn veginn eins og fjárhagsáætlun sagði til þar sem útgjöld bæjarins voru hvað varðar rekstrarleg útgjöld bæjarins voru nokkurn veginn í samræmi við áætlun sumum tilfelli aðeins undir og öðrum tilfelli aðeins yfir. Það voru hins vegar liðir eins og fjölgun íbúa, hærri tekjur íbúa, lægri verðbólga og slíkir hlutir sem orsökuðu það að niðurstaðan var betri en áætlanir gerðu ráð fyrir og því bara fagna. Þannig að ég veit ekki alveg hvort að það þjónar einhverjum tilgangi að vera að ræða þetta eitthvað frekar. En svona þetta og það náttúrulega algjörlega út í hött að fara að segja að fjárhagsáætlun sé sami hluturinn og ársreikningur. Menn hljóta átt að því að svo ekki. Og svo þessu til viðbótar
að menn halda líka einhver greinilega þetta ból að það verði einhver afgangur af rekstri bæjarins meiri heldur en að hann sé áætlaður, þýðir það bara að hann sé alltaf einhverju peningar til á einhverjum sjóðum eða bankareikningum. Það verður líka ætlast til þess að mann hafi eitthvað vit á því sem talað hér og hvernig hver munurinn á sjóstreymi og afgangi rekstri. Ég fór yfir það hér áðan hver munurinn væri, ég ætla ekki að endurtaka það það engin ástæða til þess, en það verður að ætlast til svona ákveðnar ábyrgar umræðum svona hluti og ekki tala hana bara út og suður. Theodór, Hafsteinn, þú hverju frá að taka til máls, en Theodór, gjör svo vel. Takk fórstu, ég aftur líka, ég langar bara að nefna það, ég tel mig og þess vegna var ég ánægður að Sigrún kom inn upp aftur og fulltrúi Sigrún og nefndi það sem mér fannst skipta sköpum. Það að segja annars vegar það að, og ég get alveg tekið undir það að segja umræðu það hvernig niðurstaðan á að taka fyrir og eins og hún nefndi sjálf á bæjarráði og ég hef ekki arnað vel að það hefði verið gert. Það að segja svo tillaga það samtal sem hún vísaði í sem átti sér stað milli þín og Bjarka forseta áðan það að taka þetta upp í bæjarráði að ræða sérstaklega afganginn eða frávikinn og hvað skuli gera í framhaldinu hefði verið mjög æskilegt að taka upp í bæjarráði. Alveg sammála því og alveg sammála því sem Haraldur segir það og það þannig að ársreikningurinn búinn. Það að segja að hann eins og hann og svo á þetta að ræða afleiðingarnar af honum, hvað við gerum og grípum til bragðs og þá einmitt svo mikilvægt að nota bæjarráð og búa þá til erindi og efni það og þá bara lítur einn bæjarstjórnarfundur þá það sérstaklega rætt og þá hægt að ræða það undir þeim lið. Þannig að við erum búin að týna okkur svolítið í því eins og segja þessi fótboltaleikur, eða við getum kallað það, hún með lokið og við erum að leggja þá plön hvernig fór og hvernig við nýtum þá einhver afgang á því. Þannig að ég ætla að lefa mér bara að skilja Sigrúnu alveg svo við erum öll ætlast til þess að við sem að gera okkur besta og ég ætla bara að lefa mér að skilja orð Sigrúnar á þann hátt að hún vilji að við gerum eitthvað við þennan afgang og veitum honum eitthvað gott og fínt. Ég ætla ekki að gera lítið úr því og ég kann ekkert alveg allar þessar veltutölur og hvað þetta heitir allt saman, ég skil þó að þetta gekk vel og það var eitthvað gott við það, en það eitthvað sem við höfum að ræða þá næstu vikum og mánuðum inn í næstu fjárhagsáætlun, skilur það, að því við höfum líka samtíð hana, þannig að ég held mér finnst við bara að hafa týnt okkur í umræðu sem að ólík, þar að segja annars vegar þessi áætlun og henni lokið og erum pakkinni saman hér, gekk vel reksturinn, hitt svo hvað við gerum, afleiðingin af niðurstöðunni. Ef það hefði verið negatíft þá þurfum við að grípa til ráðstafan til að hægja á reksturinnum, við þurfum að grípa til einhverja aðgerða sem óþægilegar. Nú voru mögulega aðgerðir sem við grípum til sem geta verið þægilegar og það að segja að við getum farið að grípa til eða gert eitthvað betra fyrir samfélagið eða öðruvísi eða sem okkur langar til og erum einmitt að fara í kosningar sem það sem fólk getur þá veitt atkvæði sem eitthvað þannig framganga eða eitthvað, ég veit ekki hvað að segja, en mér langar svo að við hættum þessu. Ég skil Sigrún, ég skil þetta allt saman, en þetta erindi í bæjarráð væri æði, eins og þið kannski rædduð á fundi ykkar tveggja. Ég held að það sé alveg hárrétt niðurstaða og hefði verið það strax í upphafi og jafnvel undirbúin fyrir morgundaginn, Og það alveg hálfum mánu næsta bæjarstjórnarfund. Þannig að ég held að það sé fínt að gera það og ræða þetta svo aftur þá þetta, ef það þarf. Ég held ég látið þessu lokið að sinni. Takk. Já, gjör svo vel, Hafsteinn. Forseti, ég held ég að haldi aðeins áfram frá það sem að Haraldur var að tala á þann og kannski minna á það hvernig þessi fjárhagsáætlun að vinna fer fram. Við erum annars vegar með rekstrarreikninginn og rekstrarniðurstöðu og síðan eignfærð fjárfesting og þar ráðstöfum við þó nokkru fjármunum og við erum að byrja hérna í framkvæmd upp í Helgavíkurstandi í milljarða framkvæmd sem kallar á lánsfjárþörf og við erum að fara í eignfærða fjárfestingar á hverju ári langt umfram rekstrarniðurstöðu og þannig að það má segja að við séum alltaf ef við ætlum að fara
ef við erum með jákvæða niðurstöðu í rekstrarreikningi eitthvað árið og ætlum bara að fara og kaupa okkur eitthvað fyrir það, 1, 2 og 3, þá erum við í raun vegna eignfærra fjárfestinga að kalla eftir auknum lánveitingum og auka lánsfjárþörfina og auka skuldsetningu bæjarins. Það er eina sem er að gerast þegar mann ætla að fara að grípa og eða er rekstrarafgangur og fara að eyða honum 1, 2 og 3. Þannig að ég vara við því að menn ætla að stökkva ofrætt til án þess að horfa þá á hvað við erum að fara í eignfærri fjárfestingu og við þurfum að horfa á þetta í samhengi. Sigrún, gjör svo vel. Þú næsta mælendaskrá, gjör svo vel. Eins og Haraldur talaði hérna áðan og sagði hann að það væru 300 milljónir af þessum afgangi til ráðstöfun. Og mér langar í tilefni af þessari umræðu af því að það er alltaf verið að vega að manni og gefa í skyn að maður veit ekki hvað maður er að tala og svona. Það er svona upp á hals framferði við þetta borð. Þá langar mig að lesa upp úr viðskiptablaðinu smá texta. Með leyfi forseta. Með leyfi forseta. Og þetta er sem sagt frétt sem að heitir afgangur Garðabæjar ríflega 1,2 milljarðar. Og þar segir sem sagt frá því að afgangur Garðabæjar sem sagt samkvæmt rekstrar niðurstöðu og ársreikningi var sem sagt 1,2 milljarðar. Og svo kemur á sama tíma og tilkynnt, og með leyfi forseta, á sama tíma og tilkynnt þennan mikla rekstrarafgang er þó sagt að afgangurinn hafi verið nýttur til framkvæmda og uppbyggingar á innviðum bæjarins. Og það var akkurat þetta sem að ég var að leggja til. Við þurfum að taka umræðum það sem bæjarstjórn, hvernig á að nýta þessar 300 milljónir sem eru til ráðstöfunar og Haraldur minntist á. Og í Garðabæ var það nýtt í framkvæmdir og uppbygging og innviðum bæjarins. Hvað ætlum við að nýta þennan afgang í? Já. Haraldur, spyrsvöld. Það er nákvæmlega það sem við erum að gera. Það er verið að nota hann í uppbyggingu og innviðum bæjarins. Við erum hér í 3,5 milljarða framkvæmd að byggja Helgavíkurskóla. Við erum að fara að byggja hér í nýtt knatthús á Varmá sem kostar eitthvað tæpa 400 milljónir. Til þess erum við að nota hann afgang. Til þess erum við að nota hann afgang. Ekki framíkvæmt byrjum orðið. En fleiri hafa ekki hvað til ljós en það var búið að bóða bókanir hér. Samfylkingin þá var ég að tala almennt ársreikninginn. Þannig að við skulum snúa okkur á því og það var líka bókun frá D.O.V.-lista. Bara fórsettir, það ekki bara lest í líma þar sé bara lesnar upp borna fram þegar búið að afgreiða reikningin? Já. Ég myndi að það eðlilega. Það er auðvitað góð ábending. Þannig að umræðum sem slíkum er þá lokið fyrsta máladagskrá og þá er komið að greiða atkvæði ársreikning Mosfellsbæjar fyrir árið 2017. Það er sem sagt atkvæði greiðsla og þeir sem samþykkja ársreikningin eru bennur rétt upp hönd. Það er einhver sem er á móti. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Eitt situr hjá. Forseti, ég er ekki viss að það sé heimilt. Ég held ekki. Það er ekki heimilt. Ég held að þú þurfum að gera hundahlé. Já, við þurfum að ræða það. Þá stöðu, skulum þá taka fundarhlé og ræða þá stöðu sem er komin upp. Já, upptekar hefjast. Komið í gang. Já, við endurtökum það atkvæðagreiðslunum ársreikningi 2017 fyrir Mosfellsbæ. Þeir sem að samþykkja hann er bara rétt upp hönd, hann er samþykktur með 9 atkvæðum. Og þá snúum við okkur að bókunum ársreikningin og Ólafur Ingi, gjörðu svo vel og síðan Haraldur. Kærar þakkir, forseti. Ég ætla að flytja hérna bókun okkar bæjarfulltrúa samfylkingarinnar ársreikninginn sem við vorum að samþykkja. Hún hljóðar svo: rekstrarniðurstaða Mosfellsbæjar vegna ársins 2017 er jákvæð og er það gleðiefni.
starfsfólk bæjarins á þakkir skyldar fyrir þeirra framlag til bætt rekstrar. Þess ber að geta að ytri aðstæður sveitarfélaganna í landinu eru góðar og því við því að búast að afkoma þeirra sé góð. Rekstrarniðurstaðan samkvæmt ársreikningi er 400 milljónum betri en áætlanir með viðaukum gerðu ráð fyrir. Helstu ástæður þess eru hærri útsvarstekjur með meiri íbúafjölgun en áætlanir gerðu ráð fyrir, sem og mun lægri fjármagnsgjöld en fjárhagsáætlun með viðaukum skilaði reiknaði með. Eða sem nemur 326 milljónum, það er að segja 50% lægri. Ástæðan er mun lægri verðbólga en gert var ráð fyrir í áætlunum. Íbúum fjölgaði 8% á árinu 2017 sem er geysileg fjölgun og gert er ráð fyrir að íbúum fjölgi 5-6% á yfirstandandi ári. Þessi fjölgun þýðir ekki bara hærri tekjur, heldur kallar hann einnig á meiri útgjöld vegna aukinnar þjónustuþarfa og uppbyggingar innviða sem hlýtur að sjá stað í fjárhagsáætlun næsta ára. Takk fyrir. Já, og þetta var bókun frá S-lista og bókastýrinn búið að senda hana þegar ekki og þá var það Haraldur Sverrisson. Já, forseti, við langar að lesa hér upp bókun DFF-lista í tengslu við afgreiðslu ársreikningsins. Hún hljóðar svo: rekstrarniðurstaða A og B hluta er umtalsvert betri en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun ársins. Það skýrist helst af auknum tekjum vegna hærri launatekna íbúa, verulegri fjölgun íbúa og því að verðlag þróaðist með hagstæðari hætti en ráð var fyrir gert. Rekstrarniðurstaða ársins er jákvæð 560 milljónir en hafði verið áætluð 159 milljónir. Framundan er áframhaldandi uppbygging innviða í Mosfellsbæ. Á síðustu árum hefur verið lögð áhersla á uppbyggingu framhaldsskóla, íþróttahús, hjúkrunarheimilis og aðstöðu fyrir félagsþátt eldri borgara. Stærsta verkefni sem sveitarfélagið hefur með höndum nú er bygging Helgavelskóla. Það er leik- og grunnskóli í nýbyggingahverfi í hraðri uppbyggingu sem áætlað er að muni kosta 3.500 milljónir fullbyggður. Einnig má nefna byggingu knatthúss sem tekið verður í notkun á fyrri hluta næsta árs. Ársreikningur Mosfellsbæjar vegna ársins 2017 staðfestir að mjög vel hefur tekist til við rekstur sveitarfélagsins á liðnu ári. Við erum því einkar vel í stakk búin til þess að taka á móti nýjum íbúum, höfum getur til þess að efla og þróa þjónustu sveitarfélagsins í takt við áherslur nýrra stefnu og framtíðarsýnar sveitarfélagsins og halda áfram að þróa íbúalýðræði og þátttöku íbúa við undirbúning stefnumótunar í ólíkum málaflokkum. Forsenda alls þessa er traust fjárhagsstaða og ábyrgur rekstur og viljum við nota þetta tækifæri og þakka starfsmönnum Mosfellsbæjar og nefndarfólki fyrir þeirra þátt í þessari góðu niðurstöðu. Já, þessi bókun er komin hér inn í fundargerðina, nú fleiri ef ekki hvað til ljós og ég vil þá bara lokum hér að hérna þakka eða bara taka undir þakkir þeirra bæjarfulltrúa sem koma hér upp og þakka starfsfólki Mosfellsbæjar, embættismönnum, fjármáladeildinni og líka bæjarfulltrúum. Þetta er auðvitað eitt svona samvinnuverkefni, nefndarfólk hefur líka verið nefnt, endurskoðendur og allt þetta er alltaf stór áfangi þegar að ársreikningurinn er í höfn og hann er í höfn núna og umræðum og atkvæðagreiðslu lokið með það ágæta mál. En við höldum áfram með dagskrána og næst er bæjarráðsfundargerðir 2 og það er fyrst fundur sem var haldinn 21. mars síðastliðinn í bæjarráði með 13:47 og það var nú reyndar bara eitt mál á dagskrá og það er umræddur ársreikningur Mosfellsbæ 2017 sem við vorum að samþykkja en ég tel nú rétt að gefa orðið laust ef einhver vill tjá sig um það. Við þurfum að greiða samþykkja þessa fundargerð. Þessi fundur var sem sagt haldinn 21. mars og engin kveður sér ljós, þá er umræðan lokið og þeir sem samþykkja þessa fundargerð eins og þetta eina mál ber með sér, það er Benedikt Hönd. Sér nú greiðir þú ekki atkvæði? Jú, það er 9 atkvæði. Þar, þá kemur fundargerðin síðari, þar voru reyndar fleiri mál á dagskrá, 6 mál, hann var haldinn 22. mars, orðið laust. Nú, engin kveður sér hljóðs, fyrir gerðu, Bryndís Haraldsdóttir. Þetta er Bæjarráðsfundur, með 1348, haldinn 22. mars og Ég ætla að fá að taka til borðs. Já. Við erum að semdu með það. Haraldur, gjör svo vel. Forseti langar til að taka til málsefni undir máli
máli númer 2 sem heitir jafnlauna úttekt Mosfellsbæjar eða jafnlauna úttekt PFC, en það snýr að því að bæjarráð ákvað það á kjörtímabilinu að láta gera úttekt eða jafnlauna úttekt á launum starfsmanna bæjarins og það var að koma niðurstöður úr því. Þessar niðurstöður eru síðan forsenda til þess að sé að fá svokallaða jafnlaunavottun og í þessari afgreiðslu bæjarráðs á þessu máli þá var það rætt að slík vinna við slíka vottun eða jafnlaunavottun myndi þá klárast núna í kjölfarið á þessari úttekt, en úttektin sýnir að það lítill munur á launamun kynjana, þar sé karla og kvenna. Hann var 0,6% í grunnlaunum og sveitarfélagið var þar í öðru sæti meðal sveitarfélaga á landinu eða aðila á landinu sem þessi jafnlauna úttekt hefur verið gerð. Það er síðan 3,2% munur á heildarlaunum, körlum í vil, og þar erum við í 7. til 8. sæti af þeim 76 aðilum sem að þessi jafnlauna úttekt hefur verið gerð. Og þessar niðurstöður gera það að verkum að Mosfellsbær hlýtur því gullmerki PricewaterhouseCoopers fyrir árið 2018 vegna þess að við erum innan þeirra marka sem það fyrirtæki setur mun á launum kynjana. Og ég held að við hljótum öll að fagna því að þetta sé staðan hjá Mosfellsbæ og líka sérstaklega að þó að sé þessi munur þá viljum við að þetta sé jafnt, og það var líka kom fram í þessari úttekt að það er mjög hátt stýringarhlutfall á þessum frávikum, það sé 86 til 88% stýringarhlutfall á þessum frávikum, sem þýðir þá það að þær eru útskýranlegar með ákveðnum hætti og munu væntanlega svona næstu árum þá breytast þannig að þessi munur verður enginn. Bæjarráð samdi síðan að sækja jafnlaunavottun samkvæmt lögum og það er stefnt að því að þeirri vottun verði lokið fyrir 1. júní næstkomandi og verði þá Mosfellsbær samkvæmt lögum og jafnlaunavottað, og þá væntanlega fyrsta sveitarfélagið á landinu sem hlýtur það vottað. Anna Sigríður, þetta mál eða ekki? Jú. Gjörðu svo vel. Já, ég kem hérna upp undir sama máli og tek undir með bæjarstjóra. Það er mikið fagnaðarefni að við sem komum þessu skrefi sem lokið hjá okkur. Það sem að kemur í ljós að Mosfellsbær stendur vel að vígi hvað varðar jafnræði í launasetningu starfsmanna. Það er lítill óútskýrður launamunur sem er mikið fagnaðarefni, og það verður spennandi að fá vottunina núna fyrir 1. júní. Það sem mig langar bara að segja er að ekkert af þessu gerist að sjálfu sér, og það að við fáum gullmerki núna og það að við náum vottun þýðir ekki að við getum sofnað á verðunum. Við þurfum alltaf að hafa þessi mál í huga og halda áfram að þessum góða árangri og helst náttúrulega bæta okkur þannig að það verði engin óútskýrður launamunur í framtíðinni. En ég vil bara óska okkur öllum til hamingju með þetta. Þetta er stór góður árangur og mikið fagnaðarefni að þetta skulle hafa verið niðurstaðan í úttektinni og ég býð spennt eftir 1. júní 2018. Orðið er laust, bæjarráð, 22. mars. Og engin kveður sér frekar hljóðs þar og þá er umræðan lokið þá fundargerð og þessi staðfesta hana eins og einstök mál bera með sér í byrjunarður eftir hönd. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá förum við í einstakar nefndir. Fyrst er það fjölskyldunefnd sem fundaði 20. mars, það var fundur nummer 266, orðið laust. Theodór.
Það er kannski fleiri erindin eitt þarna sem ég langar að nefna en ég kannski til að hafa eitthvað orður á því að ég langar bara að nefna kannski þið sjá að þetta eru æðimörg erindi en fyrstu 10 fjalla styrkumsónu til okkar og hvernig við útdeildum þeim fjármunum sem voru 800.000 og við höfðum í huga þar, ég held ég að við sendt á, ég sendi bara á fulltrúum og svo líka á okkur hvað við höfðum í huga þar og það eru svo sem fyrri ákvarðanir og áherslur okkar sem er komið fram hérna, hvað ég að segja þess að ég lesi bara upp þeir sem þykja að fá hjá styrkja okkur, það er Bjarkarhlíð, það er klúbburinn Geysir, Kvennaráðgjöfun, samtökum Kvennaathvarf, Stígamót og Sjálfsbjörgu höfuðborgarsvæðinu. Ég held að þetta sé svo sem í takt við það sem við höfum skynjað hérna og vilja okkar og þetta rann bara mjög ljúflega í gegnum nefndina. Það er að segja að við vorum öll sammála þetta. Þá hef ég lokið máli mínu þetta erindi. Já, það er spurning hvort einhver ég spyr kannski bara hérna úr stólnum, er eitthvað sem vil ræða þetta mál, nummer 1. Og þá er bara Björn Sövel það er eitthvað annar mál sem það vilt ræða? Já, það var kannski, það er náttúrulega hérna könnun sem fór fram heimaþjónustu, það er náttúrulega aðeins að nefna hana og það er kannski í upphafi, nú get ég ekki downloada glærunum í tölvunni hann eitthvað vegna, allavega þá hérna var hjá okkur starfsmaður nemi, þroskaþjálfur sem heitir Sigrún Stella og tók saman svona, könnun og þjónustu könnun sem eru margt góð og kannski ber að hafa í huga hún lítur að því að það hún beindist að hópi eldri borgarar sem eru með félagslega heimaþjónustu og þeir eru 103 hérna í Mosfæ, þetta er 67 ára pluss og valið voru 50 aðilar, jafnað milli kynja og svo þeir sem búa heima annars vegar og svo Eyrum hins vegar og þetta er mjög bara í sjálfu sér fín könnun og er gerð hérna frumkvæði sviðsins og hennar líka og gefur okkur svona aðeins mynd af því hvað er að gerast í sveitarfélaginu og hvernig þjónustan er og þetta er náttúrulega frábært að gera þetta og markmiðan er í eðli sínu það að bæta þjónustuna og hérna og ég grunum það við höfum mörg áhuga á þessu þannig að við kannski mögulega kemst upp og svara ykkur ef ég get en hérna það kannski stendur upp og svolítið það er aðalega, hvað maður segja, það eru og allir sem tóku þátt sem er gleðilegt netnotkun er jöfn hvort sem þau eru á Eyrhólmi eða heima helmingur notar og helmingur ekki og við vonum það aukum það stuttumáli þá finnst þeim vanta upplýsingar til sín hvað þjónustur í boði og það er eitthvað sem er áhugavert að vita og það er kannski gaman að segja frá því að í bara vikunni þá er að koma bæklingur frá okkur sem er bæði á netið verður á netinu, verður dreift í gennum félag LDF Hamos, dreift í gennum þá og verður líka sett hérna í bækling, við keyptum 1000 eintök sem fæst á bókarsafni, verður hérna frammi, verður á Eyrhömrum og annar staðar sem og hjúkrunarheimili hérna niður á heilsugæslu á fleiri stöðum þar sem þetta sé aðgengilegt, hvaða þjónustur í boði og við þurfum auðvitað kannski að bæta okkur í því að kynna það þá. Nú heita máltíð og spurt það, allir einn þá heita máltíð og það skiptir máli og svo sem mann að kynnast því akkur, það skiptir miklu máli með næringu eldri borgara, það er eitthvað lakari nýtingin okkar þegar við eldumst á fæðunni, þannig þessar spurningar skipta máli, aðeins einn aðili sem ekki fær heita máltíð á þessu 50. Nú svo held ég að við bara lefum þessu erindi hérna að bara fá smá umræði, ég trúi því að við viljum hafa hana. En allavega ég bara vil þakka fjölskyldunum fyrir að gera þessa þjónustukönnun og skiptir okkur svo miklu máli til að greina hvernig við bæta okkur og með þrifin sem við kannski sjáum þarna þessum gegnum gangandi, fólk er ekki alveg ljóst hvaða á að fá og hver skilin á milli ríkis og sveitafélaga eru. Þetta er akkurat þess að við höfum að ræða og gaman að Þingmaðurinn Bryndísi sé hér til að hjálpa okkur einmitt að þetta var grín. Takk í bili. Já, það var tveir beðið orðin þetta mál, nr. 14, Anna Sigríður og síðan Kolbrún, Björn Sövel, Anna Sigríður. Forseti, já, ég kemur upp til að tala þessa könnun sem var gerð og get tekið undir það er náttúrulega fróðlegt að fá gerða svona könnun. Mér skilst að það hefur verið starfsmaður sem var í einhvers konar þjálfun á sviðinu sem gerði könnunina og allt gott það að segja
það sem að mig samt langar, sko, og það sem kemur fram, þetta náttúrulega það sem við vitum að það sem athugavert við, hérna, ekki bara hér, heldur við heyrum í umræðinu allstaðar, það kvartað við þrifunum, það ekki nógu skilgreint hvað á að gera, það maturinn, og svo bara ein spurning hver sér að fólk borði matinn sem það fær. Við heyrðum á könnunum daginn þar sem var verið að fylgjast hérna taka út næringarástand eldri borgara, og þá var bara, hérna, fólki var ekki að borða maturinn var skemmdur, bara gamlar matabirgðir á heimilinu hjá fólki. Ég veit ekki hvort að svoleiðis var athugað hérna, en þetta allt saman innlegg í það að bæta þjónustuna, því að ég sannfærð að það viljum við öll gera, hvar í flokki sem við stöndum, en ég hef alltaf spurningu varðandi könnunina sjálfa. Það kemur hérna fram að hérna, ég finn ekki glærinu en með minnir að Theodór hafa sagt þessi 113 manns í þessu þýði þá sem að liggur undir, eða 130, ég man ekki, 103, og það eru 50 sem talað við. Mér langar þess að vita hvernig voru þessi, þeir virðast að vera handvaldir, þessi sem voru spurðir. Þess að það reynt hérna, það ekkert að skilja gögnum öðru vísi. Þannig mér langar að vita, var ekki gerð slembu úttak úr þessu þýði til þess að gera þessa könnun. Og svo kemur fram þetta símakönnun, og bara svona eitt sem ég að hugsa varðandi það, að hérna, sko, þyrfti ekki, þegar við erum að kanna, því að fólk náttúrulega, hérna, auðvitað sumir alveg þannig laga, hressir og heima og svona, en ekki sniðugt líka að gera kannanir hjá þeir sem standa fólkinu næst og hafa kannanirnar nafnlausar. Af því að mér virðist þessi könnun ekki hafa verið það. Það hringt persónulega í fólk og það spurt, hvernig finnst þér þjónustan sem ég að veita þér? Það eru við sjálf sem erum að hringja og segja, hvernig finnst þér þjónustan sem ég að veita þér vera? Og ég bara leyfi mér aðeins að efast að allir svari algjörlega hreinskilnislega ef þið finnst eitthvað athugavert. Ef ég hringi og spyr, hvernig finnst þér þjónustan sem ég veiti þér vera? Finnst þér ég þrífa nógu vel og finnst þér maturinn nógu góður? Þannig mér langar að vita aðeins meira hvernig var þessi könnun framkvæmd. Og hvort það rétt skili hjá mér að hún var framkvæmd svona, að það var bara handvalið og hérna kalla konur og það allt saman. Já, Kolbrún Kannski leiða Theodór að svara þessu spurningum? Málum með 14. Hann allar þessu upplýsingar. Könnun á heimaþjónustu, mars 2018, þannig heitir málið. Gjörðu svo, Kolbrún. Akkurat, ég ætlaði einmitt líka að ræða þessa könnun á heimaþjónustu sem Sigrún Stella Þrastardóttir nemandi gerði. Ég vil bara einmitt byrja á því að bara lýsa ánægju minni með þessa könnun. Mér skilst að það þetta sé þriðja sinn sem að við gerum þegar að svona könnun gerð hér hjá Mosfellsbæ og margt áhugavert þarna að sjá og þannig að svona ábending það hvað við getum gert betur og hvað má laga. Fínar spurningar sem komu hérna fram og eflaust margt til í því að það erfitt að kannski fá símtali frá aðilana sem veitir þjónustuna og spyrja það, þetta ekki frábær þjónusta? En ég efast kannski að spurningarna séu þannig, en mér fannst eiginlega aftasta glæran vera, eða það er að segja næst aftasta, annað sem þáttakendur vildi koma framfæri, mér finnst það mjög áhugavert. Og þarna eru ýmsar ábendingar til okkar hvað má gera betur, eins og til dæmis það var eitthvað varðandi aukna upplýsingagjöf, meiri fræðslu það sem það þjónustu sem í boði, það er svona ýmislegt sem hægt að kippa í liðin mjög auðveldlega. Þannig að mér finnst mjög mikilvægt hvernig svo sem hvað okkur finnst þessa könnun og hvernig hún gerð og hvernig spurningarna voru spurðar, eða hvaða spurningar, hverja spurningarna voru. Þá finnst mér þetta mjög gott að fá þetta fram og var eitthvað, sá ég ekki eitthvað staðar varðandi meiri fræðslu upplýsingar? Jú, það er það ekki? En það var ekki eitthvað glæri svo sem það. Nei, það var spurt það sérstaklega. Þannig að þarna er ýmislegt sem að við getum gert betur og mér finnst það bara mjög mikilvægt og kannski, ég veit að Theodór hann svarar þessum spurningum á eftir, hefur meiri upplýsingur þær, en kannski
í beinu framhaldi af þessari könnun þá langar mig til að minna á fundin sem verður á morgun, íbúafundin málefni eldri íbúa í Mosfellsbæ. Þannig ég held að það sé líka að það getur ýmislegt áhugavert komið þar fram varðandi þá stefnumótun sem við erum að fara í varðandi eldri íbúa og hvernig við viljum sjá það í framtíðinni. Þannig að svona í framhaldi af þessar umræðu þá held ég að við ættum að reyna að hvetja fólk og notendur þjónustuna til að koma og segja sína skoðun. Þannig að fólk á alltaf að hafa aðgang og koma hér og benda okkur á það sem við getum gert betur af því að ég veit að við viljum gera það og starfsfólki hér vill gera það. Eins og segi, þetta er þriðja skipti sem þessi könnun er gerð og ég veit líka einmitt þetta með þrifin, þetta er stórt atriði hjá mörgum aðilum. Mér finnst það líka ágætispunktur að spyrja aðstandendur, það er oft, er nú mikil byrði á aðstandendum, eða þarf að segja að það er mikið svona, kannski ekki byrði, en það er svona, okkur er ekki sama gamla fólkið okkar. Og ég er bara nákvæmlega í þeirri stöðu í dag og í öðru sveitafélagi og þar myndi ég gjarna vilja vera spurð hvernig mér finnist þjónustan þar. Þannig að ég gæti bent á ýmislegt sem betur mætti fara en þetta er orðið svona okkar kynslóð og gamla fólki okkar, það á að fá góða þjónustu. En sem sagt, ég vildi bara benda á þennan fund á morgun, hvetja fólk til að mæta stefnumótun í málefnum eldri íbúa í Mosfellsbæ. Já, Theodór, gjör svo vel. Já, takk fyrir þetta. Ég var svo langsum að framfæra sér fjölskyldusviðar á stanum og ég fór aðeins að ræddi við henni til að svara þessu spurningum en ég tek alveg undir með önnur sér í bæjarfulltrúa að við getum auðvitað og ættum auðvitað að leiða hugan að því að gera þetta með þessum hætti, eins og þetta segja. Það var vilji til að gera þetta í samstarfi við nemandinn og nemandinn auðvitað var undir leiðsögn hérðan þannig að það má alveg færa eitthvað rök að þessum. Ég finnst svörin samt hjá fólkinu sem rætt við var þau eru þess eðlis að fólki alveg fundist að hafi svarað þannig að maður næri úr þessum upplýsingum, það má bæta upplýsingarnar, hreyfingin, það er gott að vita það, við þurfum að salta og gera og græja og hafa allt fyrir þau en það sem kannski og líka það sem þú nefnir aðstandendur og aðra sem aðkoma, ég held það skipti máli og ég held að við unnurrætum það þetta er eitthvað sem við tökum ákvörðum bara við til að bæta þessi gæð og skynja þetta betur og tala þrifin. Þú veist, þrifin eru, við förum ekki upp á skápa, við erum ekki að fara í gluggatjöldin eða þú veist, það er þessi heilþrif, það er eitthvað sem við þurfum þá bara að ræða við fólk og hvernig við getum það, hvort að aðstandendur taki eitthvað þátt í því eða hvort að við bjóðum upp á það. En ég er að gleyma einhverju man ég er að gleyma einhverju, pæli í því, ég man bara, að því við vorum að ræða hvernig fólkið er valið, þá var það haft að leiðarljósi, auðvitað var það handahófskennt og þá var valið 50, en rétt að gæta þess að 2/3 sem endurspegla hlutfallið eins og það er sem njóta heimaþjónustunar, að það sé svipar hlutfallið eins og eyrunum og býr heima. Þannig að það hlutfall var haldið og svo passaði upp á kynjahlutfallið. Þannig að það væri, fólk var valið á þeim forsendum. En já, við vorum auðvitað með lista og við getum... Og valinu? Ég held að það ekki handahófskennt. Já, en það ég held að það ekki verið pikkað eitthvað þægilegu fyrir bæinn. Ég held ekki. En ég held að ef við tökum samt innihaldið úr þessu, að þá er skilabóðin til okkar myndi halda væri þau. Þú veist, fólki við þurfum að koma upplýsingum til fólks hvað er rétt það á. Við þurfum mögulega að skoða það að skýra til fólki líka þá munin á ríkjarnas og sveitarfélagi hins vegar. Við þurfum að ræða fólk þrifin og mögulega þurfum þá að ræða fyrir fólk það hvað við getum það gert betur og hvaða mun það kosta og hver ber kostnaðan af því. Og þá líka þess að upplýstu umræðum kannski heilþrif þá öðru hverju eða hvernig við viljum hafa það. Og markmið er auðvitað eins og maður finnir á fjölskyldusviðinu, það er auðvitað þessi geðþjónustunar og þetta er síðan ákvörðunaratriði hérna bæjarstjórnar hvernig við leggjum þessar línur. Ég er sjálfsög búinn fjalla þessar könnun fyrir mín og ég get auðvitað svara spurningum en ég veit að sviðið er líka tilbúið til þess og það kannski liggur ekkert á í þeim skilningi en mér finnst það bara gott að sjá þetta og mér finnst eins og fólk hafi tjáð sig af heilum hug hér sko, en allavega þetta mál þá hefur ég lokið mér langar að bæta svo einu við það. Ég er hins vegar ekki lokið máli mínu. Nei, það er ennþá verið að tala könnun heima á þjónustu. Gjör svo vel, annars hefur.
Já, forseti, ég ætla bara að þakka formanni fjölskyldunefndar og bæjarfulltrúa Kolbrúnu fyrir þeirra innlegg hér, því að eins og ég sagði áðan að þá náttúrulega tilgangur okkar að gera eins vel og við mögulega getum öll. Mér finnst þetta rétt með þetta spurningar hjá mér varðandi þessa könnun og ég vil bara fagna því hversu þessum athugasemdum mínum vel tekið og mér finnst að sýna það að fólk vill taka þannig á þessum málaflokki að við getum hvað ég að segja, bara staðið hnarreist við að baki þeirri þjónustu sem við veitum og það sem að formaður fjölskyldunefndar nefndi hér að ræða þetta með þrifin og það að ræða við aðstandendur, ég gleðst sérstaklega yfir því að það skulle vera tekið vel í það því ég held að það sé nauðsynlegt að gera það þegar við erum að skoða þessi mál heildstætt til þess að með það markmið að bæta þjónustunum því það er það sem við sækjumst eftir. Þannig ég þakka bara fyrir þau viðbrögð sem ég fékk. Já, ég lítið svo á umræðum þetta mál sé lokið, nummer 14, en orðið laust en þá fjölskyldunefnd. Þjóður. Já, kannski bara langar að nefna mál sem að fjallaði frumvarpsbreytingu á almennum hegningarlögum bann við umskurði drengja þá því við náttúrulega erum barnaverndarnefnd og við meirihlutina 4 atkvæði greiddum atkvæði þannig að við tókum undir tillöguna og vísa til meginreglu 1. grein barnaverndarlaga sem er að því við erum barnavernd þá er barn skal bara ekki þetta ná í það. Allavega, mér langaði bara að minna á þessa niðurstöðu okkur þarna og hún er tekin bara á grundvelli innihaldsins í barnaverndarlögum. Og takk fyrir. Já, mér langar að setja sjálf á mig á mælendaskrá þetta mál. Þetta er náttúrulega mjög umrætt umtalað í samfélaginu, þetta frumvarp. Og eins og var verið að útskýra á þetta vísa beint til fjölskyldunefndar sem fer með barnaverndarmál og niðurstaðan er hjá þeim að taka undir tillöguna, það er að segja sem liggur fyrir þinginu og vísar í meginreglu barnaverndarlaga og ég bara lýsi mig samþykka því en ég get alveg skilið það var einn fulltrúi í fjölskyldunefnd sem að bókaði og hún kemur hérna fram í fundargerð og ég alveg virði þá skoðu. Þetta er náttúrulega mjög umdeilt. Það hefur tekið sig hér vín lönd þetta frumvarp og umræðan það. Nú hafa tveir beðið orðið þetta mál, Sigrún og Hafsteinn og við skulum bara ræða það þá áfram. Sigrún, gjör svo vel. Já, forseti, ég kem hér fram undir sama máli frumvarp bann við umskurði drengja. Ég tek undir niðurstöðu fjölskyldunefndar. Mér finnst, ég er ekki viss þetta hafi mikil áhrif svona heim allan, en umræðan er til alls fyrst og það náttúrulega vekur athygli væntanlega ef að Ísland samþykkir þetta og það má þá líta á það sem upphaf kannski af breytingum síðar, en þetta er mjög gott mál að nefndin skyldi komast að þessari niðurstöðu. Fólk hefur náttúrulega mismunandi skoðanir eins og kemur fram í bókun frá Fjallari, en þetta er samt skref í rétt átt. Tek undir það. Hafsteinn, gjör svo vel. Forseti, ég lít svo á að þetta frumvarp sé fyrst og síðast árétting á því regluverki sem þegar til staðar í landinu og fagna afstöðu fjölskyldunefndar og barnaverndarnefndar okkar í þessu máli, en þetta það er skýrt þó að í lögunum sé fyrst og síðast talað eða aðeins nefndar stúlkur
að þá eru drengirnir þá gildir náttúrulega sama þá þó að stúlkurnar séu aðeins nefndar, en þarna tekin af allur vafi og áréttað það sem að ég vænti og vona að sé skilningu manna að sé þegar til staðar í regluverkinu og því styð ég þessa afstöðu. Eitthvað sem ég ræði þetta mál nr. 16 aðrir og þá umræðu það mál lokið en orðið þá laust fundagerðina. Fjölskyldunefnd 22. mars. Enginn kveður sér frekar ljóðs. Og þá göngum við til atkvæða þeir sem að samþykkja þessa fundagerð eins og einstök mál bera með sér. En að bennir rétt upp hönd, hún samþykkt með 9 atkvæðum. Og þá komið að menningamálnefnd sem hélt fund hér í Þverholtinu 20. mars. Síðdegis. Orðið laust. Sigrún, gjörðu svo vel. Forseti, ég kem hér fram undir máli númer 2 sem hlégarður. Íbúahreyfingin lagði á sínu tíma til að haldinn yrði fundur með íbúum framtíð hlégarðs og tók nefndin, menningarmálanefnd, mjög vel í þá tillögu. Ég hef hins vegar áhyggjur af því að það var ekki ákveðið á þessum fundi hvenær halda skyldi fundinn og ég tel að af því að samningur við rekstraraðila hann gildi til áramóta þá sé bara mjög mikilvægt að við ræðum þetta núna í vor til þess að menningarmálanefnd hafi þá eitthvað úr að moða næsta haust eftir sumarfrí til að fara með áfram inn í þessa umræðu framtíð hlégarðs. Og mig langar bara einfaldlega til að leggja til að við stefnum að því að halda þennan fund í lok þessa mánaðar að byrjun þess næsta. Ólafur Ingi, gjörðu svo vel. Forseti, ég verður ekki taka undir fyrirlutan sem ég heyrði hér Berghildur og Sigurður Pálsdóttir tala um. Mér finnst í ljósi þess hvernig þetta mál hefur þróast. Þá finnst mér menningarmálanefnd ekki vera nógu ákveðin í þeirri samþykkt sem hún gerir og ég hefði nú svona frekar kosið að það væri settur einhver tímarami á þetta mál til þess að reyna að ljúka því. Við vitum öll að það er verið að gera þennan viðauka núna við þennan samning sem ég er langt frá því að vera ánægður með meðal annars að því að við erum komin í tímaþröng. Og ef við ætlum að fara að draga þetta mál eitthvað fram á haustið þá lendum við aftur í sömu tímaþrönginni. Ég held að skilaboðin sem við ætlum að senda hér til menningarmálanefndar væri það kannski aðeins að slá í klárinn og koma þessari vinnu á stað og hafa þá einhverja klára tímasetningar hvenær þessi vinna hefst og hvenær henni lýkur. Þannig að það er líka gott fyrir þann sem er með húsið sem hlégarð á leigu að hann viti það með góðum fyrirvara hvað við ætlumst til í áframhaldandi samningi. Þannig ég myndi bara að segja sem svo að við þurfum ekki kannski endilega að leggja fram beina tillöguna, en þeim skilaboðum verður komið til menningarmálanefndar og hún drífi þessa vinnu í gang með einhverjum tímaramma. Takk fyrir. Já, Haraldur, þú varst að byrja með svo vel. Já, forseti, þetta er bara árétta það að málið er start hjá menningarmálanefnd og ég finnst nú kannski óeðlilegt á þessari stundu að bæjarstjórn fara með einhverjum hætti að grípa fram fyrir hendunar á henni. Skildi tillögu Sigrúnar þannig en ekki tilmæli Ólafs. Þess vegna legg bara til að þessari tillögu Sigrúnar ef hún er formleg
lögð fram með skriflegum hætti verði bara vísa til menningarmálanefndar og það þá þarf áminning væntanlega þá er það áminning til hennar það er sem við skort einhverju hér sem að við þetta borð sem mann finnst að það þurfum við að hraða þessum málum. Já, ég setti nú sjálf mig hérna á mældarskrá Hlégarð, það sé mál með 2 í fundargerð menningarmálanefndar og þarna var lagður fram annars var lagður fram viðauki að samningi sem var lágum í loftinu og gildi til áramóta. Hitt kannski öllu stærra og það framtíð Hlégarðs. Og þá vorum við að bæða tala umgjörðina, húsið sjálft og svo innihaldið all starfsemin. Og ég held að Hlégarður sé staddur á ákveðnum tímamótum og hvað var það framtíðina og það koma alls konar spurningar upp á að breyta húsnæðinu, brjóta niður veggi eða milli hæða eða hvað sem kemur nú upp, hvað á að gera við Hlégarð, kaffihús, leikhús, nýtan betur, það eitt, hvernig þarf að breyta húsinu og það náttúrulega það væri að segja varlega til jarðar hvað það varðar, að þetta er gammalt og gott hús, en við höfum heldur ekki verið að viðkvæm fyrir breytingum, en þetta eitt og þetta hefur náttúrulega hangið saman við mikla fjármuni ef það var mikla breytingar. En síðan það rekstrarformið, það eins og kom hérna fram á það tímabundið, það bara verið að semja við rekstraraðilina til áramóta, þannig það gott að minna við stefnumótun að fara af stað og hvernig rekstrarforminu verður háttað til frambúðar, það að segja sem sagt á næsta ári því að samningur var til áramóta. Þannig að það bara mjög margt sem að þarf að ræða og eins og ég sagði áðan, ég held að Hlégarður sé á ákveðnum tímamótum því að hvað ýmislegt var það, bæði byggingin sjálf, breytingar eða hvað sem við köllum það og síðan líka reksturinn. En það bara gott, málið hjá menningarmálanefnd og þeir segja hér í bókunni taka undir tillögu íbúðarhreyfingarinnar en sem sagt leggja til útfærslu eftir því sem vinnu við stefnumótunum rekstur og starfsemi Hlégarðs vindu fram. Ég skil þetta þannig að þeir munu leggja til útfærslu á þessum opna fundi þegar að rétti tíminn kominn. Ekki endilega að það sé byrjað á honum, ég skil það ekki þannig. Það getur verið á ýmsu stigi sem gott að kalla svona opinn fund. Við erum nýbúin að vera með fund í umhverfisnefnd og sem tókst alveg frábærlega vel verður upp hérna eftir og þá vorum við búin að vinna ákveðna undirvinnu hérna einmitt við þetta borð í umhverfisnefndinni. Og þess vegna held ég að hún takist dálítið vel, þannig að við vorum búin að móta svolítið stefnuna og svo síðan fengum við frábæra þátttöku því. En þetta bara það sem ég vildi segja Hlégarð, að málið hjá menningarmálanefnd og vonandi halda þeir bara áfram með þetta verk en síðan verður náttúrulega líkur þann alveg í loftinu að það verður hlutverk nýrrar menningarmálanefndar á nýju kjörtímabili að halda áfram. Ég sé ekki að því verki ljúki núna fyrir kosningar án sem ég veit nákvæmlega hvernig staðan í þeirri vinnu, en það í mörg horn að líta til þess að láta stefnu sem til langrar framtíðar. Þá ég lokið málum mínu þetta mál en annars ég varst þú ekki múlið Gerðsöl. Það Hlégarður. Já, forseti, ég myndi þetta sama máli. Það eiginlega vakti við þegar bæjarstjórn kom í punkt og hann orðaði eitthvað þannig að það var einhverju við þetta borð sem vildu koma þessu máli svona hraðar áfram og þá langar mér svo mikið til að vita hvort það ekki allir vegna þess að við höfum rætt þessi mál á fundi hér og þá man ég ekki betur en það væri allir sammála það að það þyrfti að nýta tímann í þessa stefnumótun vegna þess að tími væri skammur. Það að það skipti væntanlega fólk í menningarmálanefnd eftir kosningarnar í lok maí þýðir ekki að þar verði eitthvað blá nýtt upphaf. Allt sem við gerum alltaf í eitthvað svona framhaldi af því sem áður hefur verið gert.
Þannig ef einhverjur er að hugsa að geyma þetta þangað til ný menningarmálanefnd tekur til starfa, þá held ég að við verðum brunnin inni með þetta mál þegar að áramótunum kemur. Þannig að, og eitt annað sem var rætt á bæjarstjórnarfundi, reynda var ekkert bókum þess að hér bara kinkuðu menn kolli, hægri vinstri, og ekkert eftir flokkslínum hvað það var að það væri mikilvægt líka fyrir nefndina og hún þurfti að hafa það í huga og hún geti þurfti að funda oftar vegna þess að þetta er stórt verkefni sem á að fara í. En ég hef allar áhyggjur af því að það sé eitthvað svona ára yfir menningarmálanefnd núna og hún sé bara einhvern veginn að leggja árar í bát vegna þess að það kemur kannski ný nefnd eftir 27. maí. Og þá finnst mér það bara alveg eins og við myndum bara hætta öllu bara vegna þess að það kemur ný bæjarstjórn eftir 27. maí. Þannig að mér finnst dálítið mikið virði að það komi þá okkur skilaboð frá þessum fundi að við viljum að þessu máli sé almennilega ýtt úr vör. Það sé ekki bara einhver einn fundur fram á kosningum og síðan kemur sumar, svo kemur sumarfrí og svo allt í einu stendur fólk upp í september og ætlar þá að fara að gera stóra hluti og þá er það bara of seint. Ég held að allir geti verið saman það verður of seint. Þess að samningur rennur út áramót. En ég hefði allavega gaman að því að heyra ef að fólk hefur skipt skoðun frá því við ræddum þetta síðast hversu brýnt mál það er að menningarmálanefnd taki á hana stóra sínum og hefji stefnumótunarvinnu og undirbúning hennar. Já, það er 3 á mældagskrá núna. Bryndís næst, gjör svo vel. Já, virðulegur forseti. Ég get ekki orðabundist þegar komið hér upp að ræða hlékar og fólk fyrir að tjá sig. Við höfum rætt þetta ekki einu sinni og ekki tvisvar, heldur allnokkru sinnum. Ég tek heilshugar undir það að það er mikilvægt að vinna vel og tiltölulega hratt að þessari stefnumótun. Og ég tek alveg undir þau sjónarmið sem hér hafa verið færð fram að það er hætt við því að ef ekki vel haldi á spöðunum þá rennum við aftur út í tíma og þannig verið að framleggja samningin út þetta ár. Og það er nauðsynlegt að rekstraraðili, bæði núverandi rekstraraðili og mögulega að það verður einhver annar rekstraraðili, hafi tíma til að undirbúa sig og að það verði sem minnst gat þarna á milli, ef einhver breyting verður á þessu. En ég get þó ekki annað en ítreka þá afstöðu mína að mér finnst mjög mikilvægt að ef það á að fara í stefnumörkun fyrir eitthvað eitt hús sem sveitarfélagið á, að þá sé horft heilt yfir stefnumörkun okkar í menningarmálum. Og þá er ég að vísa til þess að það er hér liggur fyrir vinna sem var unnin hér fyrir allmörgum árum síðan sem var að horfa þá á svona bæði til kirkju- og menningarhús sem á að rísa í miðbænum og hlékars og samspilsins þar á milli. Og ég hræðist það mjög ef fólk ætla bara að taka afmarkaða stefnumótunarvinnu þetta ákveðna hús og haldnir séu íbúafundir og það er hægt að koma endalausar hugmyndir skemmtilega hluti sem hægt er að gera í hlékarði. En ég held að það verði að horfa heildstætt á og ég vegna þess að ég tel svo mikilvægt að kirkja- og menningarhús rísi hinum megin við torgið í miðbæ Mosfellsbæjar. Og það er svo gríðarlega mikil tækifæri fyrir okkur bæði í uppbyggingu miðbæjarins og utanumhaldi utanum menningarstarfsemi. Hlégarður er mjög fallegt hús og hefur mikla sögu fyrir Mosfellsbæjar og það er sjálfsagt að viðhalda því og viðhalda einhverju starfsemi. En þetta mun með einhverjum hætti skarast og það er mín sýn og mín skoðun að það þurfi að horfa til þessara stefnumörkuna sem áður hefur verið gerð og samþykkt að ég best veit og dusta rykið af þeirri vinnu eins og ég orðaði hér í ræðu fyrir einhverju síðan þegar við vorum að ræða þetta mál áður en hafist verið handað núna með nýju fólki einhvern veginn að markera nýja stefnu. Og svo bara ítreka ég það líka, ég er alveg talsmaður menningar og við eigum að halda utan um það en við erum með ákveðin grunnþjónustuverkefni og ég hræðist það mjög að það sé auðvelt að missa sig í skemmtilegum hugmyndum og hlutum sem getur kosta umtalsverða fjármuni og við þurfum bara alltaf að horfa til forgangsröðun okkar og er það ekki fyrsta atriði okkar að huga hér á grunnþjónustunni, málefni fatlara, grunnskólabörnum og annarri grunnþjónustu. Hafsteinn, þú næstur ekki að segja. Forseti, ég kýs að minna okkur öll á að við funduðum sérstaklega með menningarmálanefnd og fórum yfir
þá vinnu sem að væri framundan og ræddu það hvernig það ætti að haga þessari vinnu. Og ég held að við eigum þá að ef við erum að tala einhverja stefnubreitingu frá þeim fundi, þá sé kannski þörf á að setjast niður með menningarmálanefnd og nýjan leik. En ef við ætlum að hins vegar að halda okkur við þá stefnu sem mér finnst kannski eðlilegast, að þá keyri nefndin sína vinnu í samræmi við þann fund og þar var, ef ég man rétt og ég vona að ég geri það, að þá var talað það að núverandi nefnd ætti að hefja þessa vinnu og koma þess á rekspöl þannig að þegar að ný nefnd kæmi til starfa eftir kosningar, að þá myndi hún ljúka málinu og þannig að það færi þetta yfir kosningar og þá dreg ég ekkert úr því að hún þurfi náttúrulega að sinna málinu núna og ég er þess fullviss að hún sé að vinna í málinu þó að bókunin sé hófstillt, að þá sé vinnan í góðum farvegi og ef að það er ástæða til þess að fá upplýsingar það hvar vinnan stödd, þá okkur það í lófa lagið að fá upplýsingar það og við getum sett á dagskrá í bæjarráði tímuna í næstu viku eða þar næstu eftir hvað okkur hentar að fá upplýsingar hvar þetta vinnan stödd og hvaða hugmyndir nefndin hefur það hvernig það ætla að reka þessa vinnu. En munum það að við funduðum með nefndinni og ræddum ákveðið fyrirkomulag á þessari vinnu. Sigrún, gjör svo vel. Já, ég hef einhvern veginn á tilfinninguna það sé augljóst að það eigi að tefja þetta mál og humma því fram af sér, fram yfir kosningar. Ég held að það sé bara mjög mikilvægt að sitjandi kjörnir fulltrúar reki þetta mál áfram vegna þess að við bara hættu að það verði og vonandi verður það einhver nýliðun hérna í bæjarstjórninni eftir næstu kosningar og við þá hættu að missa þá þekkingu sem að sitjandi kjörnir fulltrúar hafa sem bara mjög nauðsynleg í umræðu málefni Hlégarðs. Ég veit það að Mosfellingar þeir vilja fá menningarhús eins og önnur sveitarfélög hérna í kringum okkur. Það er alveg deginum ljósara að Mosfellingar hafa mikinn áhuga á því að nota líka og nýta Hlégarð til menningarstarfsemi. Og það er náttúrulega bagalegt ef að bæjaryfirvöld undir forystu DFV-lista ætla að standa fyrir því að koma í veg fyrir það. Ég bara hvet ykkur til að slá í klárinn og nota tíma sem við höfum fram að kosningum til að koma þessum málum eins mikið á hreint og hægt er. Og ég hérna með þessa tillögu og spunni hvort ég á að lesa hann upp. Bæjarfulltrúar íbúðarhreyfingarinnar gera að tillögu sinni að haldinn verði stefnumótunarfundur með íbúum framtíð Hlégarðs eigi síðar en í lok apríl, byrjun maí. Viðaukasamningur við rekstraraðila rennur út í lok árs og því mikilvægt að bæjaryfirvöld hafi hraðar hendur og skýri línurnar fyrir haustið. Í ljósi þess að kjörtímabilinu að ljúka og ný menningarmálanefnd tekur við í byrjun sumars þeim mikilvægara að slá í klárin. Fríða mældarskrá núna. Kolbrún, næst. Forseti, mig langar að ræða aðeins Hlégarð. Ég ætla aðeins að rifja upp þann, ég átti fundi með menningarmálanefndinni og ég bara að lýsa því sem ég sagði þar, þetta var svona óformlegur fundur, að ég vildi einmitt hraða þessu máli, ég vildi einmitt að við gerðum þetta, ég hvatti nefndina áfram til að sýna smá staðfestu í Hlégarðsmálinu
Ég vildi heyra í hlékarsmönnum sem fyrst. Ég vildi bara keyra þetta mál áfram eins og maður það. Skyndilega þetta staðan að við erum að fara að halda íbúafund málefni hlékars og hérna það eflaust ágætt en mér finnst það samt svolítið skrítið en ok, ég veit það ekki, ég finnst þetta ég segi bara svo Bryndís, ég meina ef við ætlum bara að halda opinn fund málefni hlékars, ef það ekki bara hafa eitthvað stefnumótandi fund í menningarmálum og hlékar fallið þar undir eins og við erum að gera það, minnst þetta svolítið orðið mjög einhvern veginn þröngt. En ég ætla bara að lýsa afstöðu minni. Ég vildi strax þegar þetta mál kom inn í bæjarráð að þetta afgreitt, þessu var vísað tilbaka til nefndar, það átti eitthvað að fara að humma og hæja eitthvað í eitthvað tíma, nefndin ræðir þetta áfram, íbúafundur niðurstaðan, það í mínum huga svolítið búið að vera að velta þessu áfram óþarflega lengi og það komið allt í einu orðið eitthvað kosningamáli. Við erum búin að verkast með málefni hlékars í allan vetur og jafnvel í fyrra vetur líka. Nú á að heita eitthvað að við séum að fara að stolla þessi fram yfir kosningar. Það einmitt það sem ég vildi forðast. Við eigum einmitt að geta verið búin að ákveða málinu áður en og afgreitt komist allavega af stað með þessi stóru mál fyrir kosningar. Og nú erum við sökuð það að vilja draga þetta og ég bara að mótmæli því að ég veit að það fólk hérna á borðið sem veit nákvæmlega hver mín afstaða í hlékarsmálinu. Og mér finnst við búin að vera einhvern veginn, ég veit ekki alveg hvert við erum að fara með þetta mál, en ég bara ég skora líka þá sem halda þetta mál að drífa sig áfram með það og keyra þetta í gang. Þetta búið að taka allt of langan tíma og ég veit ekki alveg, ég vona bara að niðurstaðan verði góð. Haraldur, þú næstur ekki svo vel, Haraldur. Mér finnst leiðilegt að við sitjum undir einhverju ámælum það að sé vera að stolla einhverju í ljósi einhverja kosninga, ég sé bara ekki hvað kosningar koma þessu máli við. Bara ekki neitt, í mínum huga. Menningarmálanefnd hefur þetta verkefni undir höndum. Það ljóst að það verður ekki, ef kosningar einhver tímamóti í þessu tiltekna máli, það verður ekki búið að móta einhverja stefnu fyrir þann tíma. Það er alltaf verið deginu ljósar. Það tekur meiri tími það. Við talum ekki eða að hafa samráð við íbúa í því. Þá gerum við það að vöndum okkur viðsvöldisverkefni. Við gerum það eins og fólk. Ekki bara til þess að hrópa hér á bæjarstjórnarfundum að einhverju sé að reyna að stinga einhverju undir stóla að því að koma kosningar. Ég bara frábið með slíka umræðu. Og ég held líka að þessi rétt sem hérna fram komið að það þurfi líka að huga þessu aðeins í víðara samhengi. Við höfum fleiri, Hlégarður menningarhús í dag. Það er bara spurningin hvort að nýtingin á því sem réttum hætti og hvort við séum að nýta það eins vel og hægt er. Við höfum líka fleiri menningarhús, við höfum leikhús hér í bænum sem er menningarhús að sjálfsögðu. Við höfum hérna listasafn sem líka er menningarhús. Við höfum bókasafn sem er menningarhús að töluverðu eða jafnvel öllu leyti. Þannig að menning blómstrar hér víða og þannig er þetta. Þannig að við skulum, ég miskusti þessar upplýsingar frá starfsmanni nefndarinnar að það sé verið að vinna þessu verkefni en menn hafi frekar hugsað sér að undirbúa þá fund með íbúum þannig að þar verði það hugsanlega hægt að leggja einhverjar sviðsmyndir fyrir og ræða það með þeim hætti og ná þá einhverju út úr slíkum fundi. En ég legg bara til að þessari tillögu verði vísað til umfjöllunar hjá menningarmálanefnd. Málið er þar og ég endurtek það sem ég sagði áðan og það getur það líka verið skilaboð til nefndarinnar að það þurfi að vinna þetta mál eitthvað hraðar. Ég veit það ekki en allavega er málið þar. Við höldum hér sérstakann fund með nefndinni, bæjarstjórn þetta mál. Það er ekki algengt að það sé gert. Við gerðum það og ég legg til að þessari tillögu, þá bara með dagskrártillögu þetta, forseti, að þessari tillögu íbúarhreyfingar verði vísað til menningarmálanefndar til umfjöllunar. Svo næstur. Hvenær er næstu fundur menningarmálanefndar?
Ég er hér með þennan bara búin að skrifa tillögu, það er efnislega það sama og Haraldur var að segja, en ég kannski bara að hún er svohljóðandi legg til að tillögu íbúahreyfingarinnar verði vísað til menningarmálanefndar þar sem nefndin er að vinna málinu samkvæmt ákvörðun bæjarstjórnar. Það eru við sem ákváðum að setja þetta í ákveðin farveg og að þeirri forsendulegg lokið máli mínu. Þetta er dagskrártillaga sem við þurfum að afgreiða þá strax, þannig að við ræðum þetta mál ekki frekar þannig lagað. Náðu allir innihaldinu, það er sem sagt Ég sendi svona breytta tillögu Arnar. Já, sko, nú er komið dagskrártillaga, Sigrún, sem að lítur á því, eins og ég ætla að endurtaka það sem að Bara orðalag. já, að tillaga sem Hafsteinn lagði fram og las áðan, legg til að tillögu íbúahreyfingarinnar verði vísað til menningarmálanefndar þar sem nefndin er að vinna að málinu. Samkvæmt ákvörðun bæjarstjórnar. Samkvæmt ákvörðun bæjarstjórnar. Þetta er tillaga sem við þurfum að greiða atkvæði bara núna. Sem sagt að þetta er dagskrártillaga sem að lítur að því að tillögunni, það verður þá ekkert greitt atkvæði hana nema henni verður vísað til menningarmálanefndar. Allir með þá reyna hvað við gerum núna, við ætlum að greiða atkvæði þessa tillögu. Og þeir sem að samþykja hann er að benna rétt upp hönd, einhver sem er á móti, hún er samþykkt með 8 atkvæðum og orðið er laust ennþá þessa fundargerð og 4 mála dagskrá hana og engi kveðið sem frekar ljós, þá greiðum við atkvæðum þessa fundargerð og þeir sem staðfesta hana eins og einstök mál bera með sér. Hún er staðfest með 8 atkvæði. Þú greiðir ekki atkvæði, Sigrún, með tillögunni, með fundargerðinni? Jú, öðrum liðum. Nú, En frekari. viltu að verði greitt sérstaklega? Nei. Þá skulum við nú að alveg hreinu og byggja ykkur rétti afturpönd sem samþykja þessa fundargerð. Að nýju hendur á lofti. Þá er það skipulagið, skipulagsnefnd. Það er fundur 7. mars síðastliðinn. Númer 456, ég ekki orðið laust. Sigrún Pálsdóttir. Já, ég kem fram undir máli 1 í fundargerð skipulagsnefndar númer 456 og það heitir Helgafellstorfan deiliskipulag. En tildrög og sem sagt þetta mál, þetta fjallar lýsingu á skipulaginu. Það kom í ljós að þegar að lýsingin var unnin var ekki tekið tillit til umhverfisþátta í lýsingunni og það var heldur ekki leitað eftir umsögn umhverfisnefndar tillöguna. Á þessum fundi skipulagsnefndar var hins vegar tekin ákvörðun að vísa tillögunni eða sem sagt vísa lýsingunni til umhverfisnefndar en að sjálfsögðu ætti umhverfisnefnd ávallt að vera með í ráðum þegar verið er að vinna lýsingar á deiliskipulagi vegna þess að umhverfisþættir eru náttúrulega sjálfsagður hluti af lýsingu og í rauninni ættu lýsingar alltaf að fela í sér upplýsingar umhverfisþættir. Áður en leitað er eftir umsögnum stofnana. Þannig að þetta verkefni ætti í rauninni ávallt að vera samstarfsverkefni umhverfisnefndar og skipulagsnefndar. En sem sagt, ég fagna þessu að þessi verklýsing eða þessi lýsing sé farin til umsagnar hjá umhverfisnefnd. Já, ég hef nú sett sjálf mig á mældagskrá þetta sama mál sem er númer 1 í fundargerð skipulagsnefndar og heitir Helgafellstorfan deiliskipulag og Sigrún var bara að reykja þetta eins og sést í fundargerðinni, þetta
Þegar sem alveg aftur til ársbyrjunar, 5. janúar, þá var bókað í skipulagsnefnd. Það snýrist einmitt þessa skipulagslýsingu sem var hér nefnd áðan. Hún var samþykkt, en síðan var skipulagsfulltrúa falið að kynna hann og afla umsagna, eins og nú mjög algengt ferli þegar svona á við. Það ýmsir aðilar sem koma að, Minjastofnun kemur ofta að því og Umhverfisstofnun sjálfsögðu. En það dróst nú að það kæmi eitthvað frá Umhverfisstofnun, en ég hef nú aflað með upplýsingar að það ný komið svar frá Umhverfisstofnun og það var nú bara bókað hérna í Skjalasafni Mosfellsbæjar núna 15. mars, bara fyrir örfáum vikum. En það rétt eins og hér var sagt áðan þetta að málinu eins og stendur hér í niðurstöðun á fundinu 7. mars fyrirgefið, þá var niðurstaðan þessi: skipulagsnefnd vísar skipulagslýsingu til umsagnar umhverfisnefndar og þetta mun nefndin taka á næsta fundi, en við töldum að það var ekki hægt að gera það fyrir við fengjum álit Umhverfisstofnunar sem nú hérna komin hér í Skjalasafnið og verður undirgagnvæntanlega þegar málið verður tekið í umhverfisnefnd. Þannig nú ferlið, en auðvitað geti tekið undir það að alltaf haldast í hendur skipulagsmál og umhverfismál. Það ekkert skipulag án umhverfisins og síðan alltaf massatriði hver fer með hvaða mál umhverfisnefnd fjallar Þá hef ég lokið máli mínu þetta mál, en Bryndís, þú eitthvað morgun þetta mál. Þetta nummer 1. Já, virðulegur forseti, ég þakka líka forseta fyrir að koma inn á þetta svar frá Umhverfisstofnun sem bara með leyfi forseta telur að ofangreind lýsing það sé gert grein fyrir þeim þáttum sem þörf á í því umfangi sem tillagan gefur tilefni til. Ég hef ekkert á móti því og enda samþykktu við þarna að óska eftir umsögn umhverfisnefndar og það bara full ástæða til þess að gera það ef að fólk telur þörf á í einhverjum tilfellum. Við höfum til að mynda haft það þannig þegar líður að hverfisverndarsvæðum að þá það skrifað í aðalskipulagið okkar að þegar gerðar eru breytingar á slíku að þá fari það til umsögnar umhverfisnefndar og mér finnst það algjörlega sjálfsagt mál. Sko, bara út af því að bæjarfulltrúi Sigrún Pálsdóttir sagði hér áðan að henni finnst sjálfsagt að það ætti bara að vera alltaf þannig að umhverfisnefnd fengi til umsagnar skipulagslýsingar, deiliskipulagslýsingar. Þá bara verði ég að viðurkenna það að ég held að það þurfi nú að hugsa þá hugmynd aðeins lengra. Þegar við erum með ákveðna verkaskiptingu hérna í nefndarkerfi sveitarfélagsins og ef að nefnd eins og umhverfisnefnd á að gefa umsögn hverja einustu deiliskipulagslýsingu sem fer á stað þá held ég að umhverfisnefnd væri þétt setin á slíkum verkefnum og þá má velta fyrir sér skipulagsnefnd ekki treystandi til þess að fara með það mál. Skipulagsmál umhverfismál. Skipulagsmál í mínum heiði eitt af stærstu umhverfismálum og það hvernig við skipuleggjum byggð og samgöngur og annað bara gríðarlega mikilvægt hlutverk í því að fjalla með einhverjum hætti umhverfismál. Það svo allt annar handleggur og ef að bæjarfulltrúin eða fulltrúar íbúahreyfingarinnar hafa tillögu það að lýsingin sem slík eigi að vera ítarlegri, öðruvísi unnin, betur unnin eða eitthvað þess aftar, þá það bara ábendingar sem að eðlilegt að komi fram þá í skipulagsnefnd það hvað ætti að vera öðruvísi eða hvað ætti að vinna betur og það skal að sjálfsögðu viðkennast að við í þessari vinnu, skipulagslýsingavinnu, þá treystum við rosalega mikið á fagaðila. Í þessu tilfelli það Ask arkitektar sem að unnu þessa skipulagslýsingu og þar eru aðilar, bæði skipulagsfræðingar, umhverfisfræðingar og arkitektur og annað sem að vinna með þetta. En bara ítreka það að ef að fólk vill bæta þetta ferli, sem ég efast ekki að sé svigrúm til, og lýsingarnar sem slíkar að þá bara sjálfsagt að ræða það inn í viðkomandi nefnd og koma þá með tillögur slíkt þar. Umhverfisnefnd hefur þetta núna til umsagnar og forseti sem jafnframt formaður umhverfisnefndar var nú að upplýsa okkur það bara til umfjöllunar
og heldur áfram það. Við fáum svo þá umsögn inn í skipulagsnefnd og höldum áfram með málið og næsta skref í málinu þá deiliskipulagið sjálft sem kemur hérna líka til umsagnar og fer aftur í gegnum þetta lögbundaferli þar sem umsagnar aðilar eru allmargir. Þannig að ég ætla bara að ítreka það að það lögbundið mikið samráðsferli sem felst í skipulagsmálum og ég bara gert varhug við því ef að það á að lengja enn frekar eða flækja enn frekar það ferli og að gera það að einhverju almennri verklagsreglu með öll deiliskipulag. Sigrún, hvað svo? Ágæti forseti, við stöndum hér frammi fyrir ákveðnu vandamáli í Mosfellsbæ. Það er þannig að náttúrufar í Mosfellsbæ hefur ekki verið kortlagt. Þannig að það vantar í rauninni grunninn til þess að vinna deiliskipulag. Það þarf að gera, ef að vel ætti að vera til í Mosfellsbæ náttúruverndaráætlun sem sem lýsti metnaði í þágu umhverfisins. En svo er ekki. En það er einföld lausn til á þessu máli. Það er bara að viðkomandi aðilar lesi leiðbeiningar skipulagsstofnunar það hvernig á að gera svona lýsingu. Og ég get lesið upp úr henni með leyfi forseta. Helstu viðfangsefni og meginmarkmið og helstu viðfangsefni og meginmarkmið og rökstuðning fyrir samræmi tillögunnar. Nei. Þetta er einhver vitleysa hjá mér. Efni lýsingar þarf að taka mið af viðkomandi skipulagsstigi og þurfa eftirfarandi atriði að koma fram. Og ég ætla að lesa 2 af þessum atriðum. Það er lýsing á umhverfi og staðháttum á skipulagssvæðinu, svo sem upplýsingar landnotkun, starfsemi, náttúruvá, náttúruverndarsvæði og þess háttar. Þetta þarf að vera fyrir hendi í lýsingunni þegar hún er unnin. Lýsing af því hvernig staðið verður að umhverfismati áætlunar og skilgreiningu á helstu umhverfis og áhrifaþáttum. Ef að þetta væri gert, þá væri þetta vandamál ekki uppi. Og væri kannski hægt að spara umhverfisnefndinni sporin. En ég held að í rauninni að stóra vandamáli í Mosfellsbæ að það er ekki til náttúrufarsgrunnur til að vinna deiliskipulagstillögur eftir. Já, Hafsteinn, gjör svo. Forseti, umsögn umhverfisstofnunar liggur fyrir og það er, ég lít svo á að það nú hægt að treysta því áliti sem þar kemur fram og þar stendur í niðurlagi bréfsins, með leyfi forseta. Umhverfisstofnun tekur undir markmið áætlað deiliskipulag framkemur í lýsingu. Að mati umhverfisstofnunar í ofangreindri lýsingu gerð grein fyrir þeim þáttum sem þörf á og í því umfangi sem tillagan gefur tilefni til. Mér fannst bara ástæða til þess að þetta yrði lesið aftur og farið í gegnum í ljósi þessara umræðu sem búin að vera hérna. Og þannig að þetta bara, þetta eru aðilarnir sem að koma að þessu og eiga að hafa þekkingu á málinu og segir allt sem segja þarf. Bryndís Haraldsdóttir, þú beðið morðið. Já, virðulegur forseti, ég veit eiginlega ekki hvað skal segja. Mér finnst yfirlýsingar hér frá bæjarfulltrúa íbúahreyfinganna all svakalega. Hér stöndum við frammi fyrir einhverju gríðarlegu vandamáli. Við erum búin að skipuleggja byggð í Mosfellsbæ að ég tel með nokkuð góðum árangri. Það að sé hægt að vinna hlutina betur og gera enn betur í því að kortleggja hér allt náttúrufar í Mosfellsbæ, það má vel vera og það er kannski ágætis hugmynd að velta fyrir sér með endurskoðun næsta aðalskipulags. En ég fellst allavega með engum hætti á þær fullyrðingar sem hér komið fram í máli bæjarfulltrúa íbúahreyfingarinnar og að segja að það væri hægt að leysa þetta að viðkomandi aðilar lesi leiðbeiningar skipulagsstofnunar. Í alvöru tala, ég veit ekki hvernig ég skal svara svona. Að hvorki embættismenn hér
Bæjarfulltrúi Sigrún Pálsdóttir, ég hef lesið leiðbeiningar Skipulagsstofnunar, það hafa sjálfsögðu embættismenn okkar hérna gert á umhverfissviði líka og alveg örugglega þeir ráðgjafar sem komu að þessu máli unnu þessar lýsingar. En eins og ég segi, það má örugglega gera betur. Ég minnist þess ekki að fulltrúi íbúahreyfingarinnar, né fulltrúi neins annars framboðs hafi gert athugasemdir við þessa lýsingu þegar hún var lögð fram í skipulagsnefnd. Það kom ekkert fram í máli eins þar að hann efaðist gæði þessar lýsingar eða hún uppfyllt ekki lagaákvæði eða leiðbeiningar Skipulagsstofnunar. Það væri þá bara ágætt ef að fólk hefur einhverjar athugasemdir við það að það komi þá fram í viðkomandi nefnd. En nú ég ekkert að gera lítið úr því að það kemur ef að fólk fær einhverja bakþanga eftir á og óskar eftir umsögninni, gott og gilt og það nákvæmlega það ferli sem við erum með þetta mál í hér núna. En ég bara get engan veginn tekið undir það fullyrðingar sem koma fram í máli bæjarfulltrúans eins og hér sé allt í kalda kolum út af því að hér liggi ekki fyrir einhverja greiningar. Já, umræðum með þetta mál lokið og orðið þá laust þessa fundargerð. Það voru nú ýmis önnur mál þarna en 10 mál. Já, ég var með 10 mál á dagskrá. Orðið laust. Bryndís, gjörðu svo vel. Já, virðulegur forseti, mér langar að taka til máls 13. lið í dagskránni og ég átta mig á því að bæjarfulltrúar það ekki eins og það liggi mikil gögn fyrir í þessu máli og þær glærur sem að þarna undir eru eldri glærur sem bæjarfulltrúar hafa heyrt áður. En þess vegna vildi ég bara aðeins nefna það hér og ég gerir ráð fyrir því að fulltrúar hafi farið heim í sitt bakland og ræði það sem að þarna var rætt, sem sagt samgönguáætlun fyrir Mosfellsbæ. En Lilja Karlsdóttir umferðarverkfræðingur kom til okkar og gerði svona grein fyrir sínum fyrstu hugmyndum og greiningum. Það lýtur að samgöngumálum. Og þetta auðvitað bara svona vinnudrög og ég gerir ráð fyrir því að hafi bæjarfulltrúar, nefndamenn nótir að hjá sér og niðurstaðan var að við viljum bæði að þetta mál veri kynnt fyrir ungmennaráði, sem ég held að sé mjög mikilvægt, og jafnframt að fólk ræði þetta kannski aðeins í sínu baklandi áður en við höldum áfram. Greiningarnar líta að almenningssamgöngum eru mjög jákvæðar eftir þessa breytingu sem gerð var núna með leið 7 sem að keyri frá Helgafell og Leirvogstungu að þá langstærsti hluti Mosfellsbæjar og nú man ég ekki alveg prósentutöluna en ég held að það hafi verið í kringum 85 eða 90% kannski munað hinir fulltrúarnir sem ná góðri dekkun hvað almenningssamgöngu varðar. Og þá litið til ákveðins radíus í kringum stoppistöðvar. Ég held að það sé til mikillar fyrirmyndar hvernig þeim árangri sem við höfum náð þar en þarna var þá auðvitað líka umræða það hver eru næstu skref, tengt borgarlínunni og þróun byggðar í tengslum við stoppistöðvar hennar. Hún var líka með áhugaverðar pælingar miðbæinn og mikilvægi þess að þétta byggð í miðbænum, sýndi okkur svona myndir af nokkrum miðbæjum þar sem að þéttleikinn var mjög mismunandi og það auðvitað óhætt að segja það þegar horft á miðbæinn okkar núna þá hann langt frá því að vera þéttur en það eru mikið af auðum svæðum sem að við erum búin að skipuleggja og eru bara að hefja sambyggingu á þessar myndir. En ég vildi bara vekja athygli á þessu, við höfum áður bókað það líka, það verður haldinn opinn fundur þetta mál en við erum svona aðeins að reyna að vinna málið áfram inn í nefndinni áður en við förum í þann farveg og samgönguáætlun svo ég ítreka það að hún tekur ekki bara á almenningssamgöngum þó ég hef nú kannski fyrst og fremst verið að ræða það núna, það var fyrsti hlutinn af þeirri vinnu en þá var líka horft til bæði hjólandi og gangandi og einkabílsins. Þannig að það var líka töluverð umræða sem fór í Vesturlandsveg og Þingvallaveg, Mislagatnamót, Hringtorgin okkar, það ákvæði sem við setjum inn í aðskipulagi okkar mögulegan stokk hér í framtíðinni í gegnum miðbæinn og þá nýtingu á því byggingarsvæði. Þannig að þetta allt saman mjög áhugaverðar pælingar og ég held að það sé mikilvægt að fleiri aðilar komi að því heldur bara skipulagsnefnd og bæjarstjórn öll og í mínum huga mikilvægt að það liggi svona nokkuð góð eining þá samgönguáætlun sem við komum okkur saman og ég sé fyrir mér að það verður rauninni hluti af næsta aðalskipulagi sveitarfélagsins kafli það sem að gera það ítarlegri og betri grein fyrir þessu. Já, skipulagsnefnd orðið laust en þá fundargerð Sigrún, gjörðu svo vel.
Já, ágæti forseti, ég sé ekki að það sé minnst á leið 7 í þessum glærum. Leið 6, er það 7 eða sem fylgdi þessari fundargerð? Sko, það nefnilega mjög mikil óánægja með leið 7. Bæði hvað var það hérna í bænum og svo líka hérna í staðhverfin eða þar sem hún stoppar hérna í Grafamóginu, að það þarf fólk að bíða von og viti líka eftir næsta strætó. Er eitthvað í samgönguáætlun varðandi það að fá þessu breytt? Bryndís, gjörðu svo vel. Já, forseti, eins og ég sagði hérna í upphafur á þá liggja ekki glærur, nýjar glærur undir þessum fundi, þannig að þessar glærur sem þarna eru eldri glærur. Hún var með ákveðna kynningu og hún liggur ekki þarna, en ég held að það sé full ástæða til því. Ég held að nefndarmenn hafi fengið hann að senda í tölvupósti og þeir geti þá deilt henni með sínum bæjarfulltrúum. Þannig að það ekkert leið 7 í þessum glærum, enda eru þær eldri. Ég held að það sé full ástæða ef að það einhverju umræða hér að það sé gríðarleg óánægja með leið 7, þá held ég að það sé full ástæða til þess að við gerum einhvers konar skoðanakönnun á því. Ég hef ekki orðið vör við það, en auðvitað hefur fólk alltaf mjög mikla skoðanir á því þegar kemur á almenningssamgöngum og strætó og mismunandi skoðanir. En það sem ég var að segja áðan í ræðu minni og hún fór yfir er að það góð dekkun. Og með dekkun þá á ég við að þegar íbúðarsvæði í Mosfellsbæ eru tekin og hvernig almenningssamgöngur liggja í gegnum það og biðstöðvar, að þá mjög stór hluti Mosfellinga tengdur við biðstöð þar sem eru strætisvagnar á hálftíma eða kortersfresti. Og það meira heldur en held í mörg sveitarfélög, sérstaklega sveitarfélög þau sem eru þá ekki þéttara byggð en Mosfellsbær. En leið 7 eru þetta ákveðin svona tilraunarverkefni, en ég held að það sé nauðsynlegt að tengja Helgafellskverfi við almenningssamgöngur og mér fannst þessi útfærsla hjá Strætó nokkuð góð, en við verum að fylgjast mjög vel með talningunni og hún bentir endar líka á það, hún Lilja Karlsdóttir, að þéttleikinn til dæmis í Leirvogstungu lítill og hann ekki mikill þó að hverfið sé fullu byggt. Þannig að svo þjónusta sem að verið að veita þar með leið 7 svona að mati margra umferðarverkfræðinga full mikil miðað við þéttleika byggðar. Þannig að ég held að við þurfum bara að fylgjast vel með því, við þurfum að fylgjast með þeim talningum og við eigum von á því inn í skipulagsnefnd fljótlega að fá þessar rafrænu talninga frá Strætó nýtinguna á leiðinni. Og ég held að við þurfum að fylgjast vel með því, hvort að við ákveðum að gera einhverja frekari kannanir eða notast við þær kannanir sem Strætó gerir meðal sinna notenda. Það kann að vera nóg, en ég vil líka benda á það út af því ég þekki nú strætómál mjög vel að það eru oft margir sem hafa alls konar skoðanir á strætó, þjónustustrætó, tíðni og öllu þessu, en yfirleitt það þannig að kannanir sem eru gerðar meðal notenda koma mun betur út heldur en gerðar meðal annarra, sem segir okkur það sem sagt að það eru sterkari skoðanir hjá almenningi sem kannski ekki endilega notar þjónustuna. Og það oft skýrir svona svolítið mun á umræðinu og svona þjónustustiginu og mati þjónustuþega á þjónustustiginu. Já, Hafsteinn og síðan Sigrún. Hafsteinn fyrst og svo vel. Forseti, í ljósi þess að það koma hérna mjög sterk ummæli þessa miklu óánægju sem að eigi að vera til staðar með leið 7. Þá finnst mér nú kannski sérstök ástæða til þess að kalla eftir í hvað mörg síntöl hafi borist hérna inn á bæjarskrifstofuna og til Strætó með það sem að menn viðra þessa óánægju með þjónustuna, eða berast þessar óánægjuraddir bara til eins aðila hérna í bæjarfélaginu og aðrir fá ekki að vita af því fyrir núna. Sigrún, þess vel. Samgönguáætlun Mosfellsbæ, fyrir Mosfellsbæ, þannig heitir málið. Ágæti forseti, það náttúrulega bara haft samband við þá sem hlusta, væntanlega í Mosfellsbæ, en það sem að mig langar að segja varðandi þetta að það voru framhaldsskólanemendur sem að
ég hitti sem að fóra kvart yfir þessu við mig og þeim var mjög heitt í hamsi, svo ég segi það nú bara eins og það þeim var mjög heitt í hamsi yfir þessum langa biðtíma þarna niður í Grafarvogi og svo höfum við talað um það áður að það líka vesen niður frá varðandi það að þau horfa bara á eftirstrætisvagninum í bæinn þegar þau koma neðan úr Helgafellshverfum. Og það er bara mikilvægt að skoða þetta og taka mark líka á fólki. Ekki vera alltaf að koma með einhverja dylgjur það að þetta sé nú fámennu hópur eða ekki rétti hópurinn eða hvað það nú sem að kvarta yfir þjónustunni. Ég treysti þessum krökkum fullkomlega til þess að vita nákvæmlega hvað þau að segja. Og við erum bara að hlusta á þau. Þau þola ekki þessa bið. Og ég skil það vel. Ég nota sjálf strætó og ég skil það vel. Síðan eru svona vankantar á leið 7 til dæmis krakkar í Lágafellshverfi, þau geta lítið nýtt sér leið 7 og það fer náttúrulega eftir því hvernig leiðin virkar, hversu mikill fjöldi farþega notar og það ekkert undarlegt þó að nýting sé léleg ef að hún ekki betur að þjóna þeim en þetta að það þessi langi biðtími og svo framvegis. Það náttúrulega bara mikil áhrif á það. Hversu margir farþegar nota staðaldri strætisvagn. Og það vitum við og það veist þú Bryndís. Haraldur, gjör svo vel. Já, forseti, ég held sko máli kannski snúist aldrei það hvernig við setjum mál fram. Þá getur bæjarfulltrúar. Já, og kannski líka bara samskipti fólks og samskipti okkar við íbúana. Það var hér fullyrt hér í pontu, það var þetta gert hérna líka einhvern tíma daginn, að það var gríðarlega óánægja með leið 7. Gríðarlega óánægja. Það var sagt. Það hefur ekkert einasta símtal komið í þjónustöður Mosfellsbæjar ábendingar þessa tilteknu leið. Það er að segja að lýsa óánægja yfir henni. Ég heldur reyndar að hafi komið nokkur ánægju og ég hef engar ábendingar fengið óánægju nefna þessa leið nema frá aðalfulltrúa íbúahreyfingarinnar í bæjarstjórn og varafulltrúa. Og varafulltrúanum snerist það að það væri ekki nægilega góðar tengingar eða tímasetningar á leið 15 og leið 7. Það er þannig að á leið úr Helgafellshverfi og niður til þess að tengjast leið 7 þarf það að bíða 2 mínútur. Það hefði verið hægt að hafa þetta nákvæmlega eins ef að leiðin hefði ekki farið í Leirvogstungu. Það var síðan tekin ákvörðun það af okkur hér að þjónusta Leirvogstungu hverfi líka. Það er þjónustuaukning fyrir það hverfi, en þýðir það að Helgafellsbúar þurfa að bíða 2 mínútur. Það er þá sá fórnarkostnaður sem það hefur í för með sér. Þetta eru upplýsingar sem ég hef frá forstjóra strætó. Leirvogstungu hverfi þarf hins vegar að bíða 10 mínútur. Því að það stenst ekki á. Ég hugsa að það séu fá bæjarfélög en okkur sem að strætó orðið núna þjónar eins vel Mosfellsbæ. Og þess vegna finnst mér að við verðum að gæta þess orð okkar þegar við erum að fara yfir þjónustu sem á sér stað hér í bænum. Það væri miklu auðveldara að færa rök fyrir því að þessi gríðarlega ánægja með þjónustu strætó og jafnvel leiðar 7 í Mosfellsbæ. Þú skal bara hafa. Engin framíköll á fundinum. Höldum fundarformanninum. Engin framíköll. Forseti, við komum til bæjarfulltrúi og búin að grípa hérna fram fyrir öllum sem hafa tekið til máls. Og mér finnst komið tími til að það sé rætt sérstaklega við komum til bæjarfulltrúa fyrir fundarins eru. Ég bara gefum þessu ábendingu til þess. Ég hef gert athugasemdir við það þegar þau kemur. Við höldum fundarforminu og köllum ekki fram í fyrir kostnaði. Þetta er dónaskapur. Höldum áfram. En ég svo ekki framíköll, segir hún. Ekki framíköll. Ég verð að taka það skipt fram. Ég hef engan áhuga að tala hérna meira um þetta mál.
Já, ég vil nú aðeins að fá að taka til máls hérna sem fundarstjóra forseti. Við verðum að halda fundarforminu og ég hef alloft á þessum fundi, Sigrún Pálsdóttir, þurft að byrsta mig fram í þér vegna þess að þú hefur verið að kalla fram í þegar aðrir að tala. Og það bara ekki kurteisi, það ekki samkvæmt neinu fundarforminu neins þar og ég verð að árétta það og ítrekka það að þú verður að virða almenna kurteisi og mannasegið og fundarskap. Að þú verður að koma þessari Nú máttu ekki líka á framfæri við hann vegna þess að hann gerir þetta yfirlega. Heyrðu, nú ert þú með frammikalla sem ég var að biðja þeim að vera ekki með, þannig að við skulum bara halda áfram. Ég lýs svo á að umræðum samgöngu á þessu lokið. Ef einhver veit ræða einhver önnur mál þá það hægt í þessari fundargerð. Þetta skipulagsnefnd. Nú, enginn kveður sér hljóðs hér frekar og þá umræðu lokið og við göngum þá til atkvæða þessari fundargerð. Já, það svona aðeins bara hingra hérna, þegar við gerum ekki fundarlega, það tveir. Ég tala aftur fórseti ef þú vilt nota tíman. Já, ekki bara þegja saman núna. Andartak. Það tveir bæjarfulltrúar sem að þessi frá við kannski gerum það bara stutt fundarlega svo við getum greitt atkvæði. Sem að samþykkja fundargerð skipulagsnefndar eins og einstök mál bera með sér bennur rétt upp hönd. 10 höndur á lofti. Jæja, það voru 10 en það var að talda 9. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum og þá umhverfisnefnd. 22. mars, þetta var svo kallar opni fundur hér, hann var ekki haldinn í þessari byggingu heldur í F-MOS. Mér langar aðeins að hljóma þetta mál og þennan fund og það var bara eitt mál á dagskrá og þetta var fundur sem snerist eins og stendur hérna í fundargerðinni endurskoðun og umhverfisstefnu fyrir Mosfellsbæ. Þetta var opinn fundur, eins og ég ræddi nú hérna áður í kvöld, það var búið að við erum einfaldlega að vinna nýja umhverfisstefnu og það verið hér að fara umhverfissviðsins og umhverfisnefndarinnar og erum að taka svona nýja vinkil á þau mál, stafadags frá 21 svokölluð sem var nú bara ágætt fyrir sinn hatt og var mikið unnið í henni hér fyrir nokkrum árum, mikill í vinnu. Og nú aðeins runnið til skeið, nú horfum við frekar til það sem kallað heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun og það komið að því, held ég, að gera nýja umhverfisstefnu og það það sem við erum að gera. Við erum búin að vinna dálítið mikið hér á milli funda eða aðalega umhverfissvið og síðan hefur rætt þetta á fundi nefndarinnar. Þannig að okkur þótti okkur á tímabært hérna í marsmánuði að efna til opins fundar og það eru mál sem að voru rædd á borðum og tókst alveg sérstaklega vel undir stjórn Sævars Kristinssonar. En ég vil þó nefna annan sem var á fundi sem ég fannst alveg flytja frábært erindi. Það Vilborg Arna Gissurardóttir. Hún var mjög áhrifaríkt í honum, hóf fundinn. Nú bara til þess að fólk sjái hérna sem hafi ekki fundargerðinni fram að sig þá aðeins skilabóðum það hvað það var að ræða. Það var sem sagt unnið á 7 borðum. Númer 1 var skógrækt og landgræðsla, númer 2 var sorphirða, endurvinnsla, neysla, græn innkaup. 3. borðið, þar var rætt mengun, hávaða, samgöngur og loftgæði. 4. borðið var útivist og lýðheilsa og 5. borðið náttúruvernd og vatnsvernd. 7. borðið umhverfisfræðsla og 7. borðið aðra góðar hugmyndir. Og nefndarfólk stýrði umræðin eða öllu heldur bara skrifaðinu hugmyndir og nú verið að vinna úr því og á næsta fundi umhverfisnefndar verður haldin áfram að vinna og komu margar frábæra hugmyndir hérna. En ég nú lokið málu mínu þetta eina mál á þessum opna fundi. Orðin þá laust. Það ekki þá greiðum atkvæðum þessa fundargerð og þeir sem staðfesta hana
Fulltrúi íbúðarhreyfingarinnar greiðir atkvæði líka, já. Það er 9 atkvæði. Þá er komið að fundargerðum til kynningar. Við förum í það núna. Það er fundargerð stjórnar Strætó. Fyrst að fundur frá 2. febrúar, orðið er laust. Engin kveður til hljóðs og þá er svo fundargerð lögð fram. Síðan er hér það er ársreikningur Sorpu byggðasamlags 2017. Það fylgdi þarna með ársreikningur Sorpu og við hefum laust ársreikning Sorpu fyrir 2017, engi kveðs í ljós. Þá var hann lagður fram og það er síðan aftur Sorpa hér, það er fundargerð í stjórnar Sorpu. Strætó fyrst. Strætó. Já. 283. Já. Það er þetta fyrst. 283. Já. Fundargerð Strætó. Orðið laust. Bryndís Haraldsdóttir, gerðu svo vel. Fundargerð frá Strætó. Virðulegi forseti, ég skal gera ágættum bæjarfulltrúum þann greið að taka bara til máls undir þessari fundargerð Strætó, en ekki að þeim öllum. En bara östu til að renna því þarna var stórmál, þarna var ársreikningur ársins 2017 lagður fram og eins og þið sjáu þarna í ágættum glærum sem að því fylgja, þá farið ágætlega yfir það og það er sem sagt helst það að við náum svona nokkurn veginn, myndi ég segja, áætlun. Rekstrarafgangur er meiri en aftur á móti kannski það sem ég hef helst áhyggjur af er að fargjaldatekjurnar voru 46 milljónum krónur lægri en áætlun gerði ráð fyrir. Við gerðum reyndar, við vorum bjartsýn og við ætluðum okkur mikið í því að auka fargjaldatekjurnar með því að fjölga farþegum. Og eins og við sjáum þetta í glærunum þá er helst hægt að rekja það að það er minni sala á nemakortum. Heldur en við gerðum ráð fyrir. Og það er ákveðið áhyggjuefni og þróun sem við höfum séð áður þegar vel vegnar í þjóðfélaginu og þá fyllast bílastæðin fyrir utan Háskóla Reykjavíkur og Háskóla Íslands og færri nota strætó. Og þá vil ég bara benda á í sömu fundargerðinni vorum við að fjalla samstarfssamningin við Sikkar þar sem að við samþykktum fyrirkomulagi eða sem sagt þennan samning sem að lítur að því að þetta fyrirtæki sem er með svona deilibíla hefur tækifæri á að selja sem sagt, eða við seljum nemakort þar að segja og þá færðu frían aðgang að þessu deilibíla fyrirkomulagi. Þannig að það er svona leið okkar til að reyna að koma enn frekar til móts við þennan markhóp sem er mjög mikilvægt að ná betur til. Og markaðsstjórinn okkar og starfsfólkið í sölu og markaðsmálum eru líka mjög upptekin af því að reyna með öllum hætti að höfða til þessa hóps. Örlítið líka varðandi 4. lið í fundargerð akstursþjónusta fatlaðs fólks að það var bara farið yfir sviðsstjóri farþegaþjónustusviði fór yfir gang mála og sérstaklega í ljósi þess að það hafði komið upp alvarleg atvik. Og ég bara ítreka það sem ég oft setti náði, þetta er auðvitað verkefni sem er í rauninni ábyrgð félagsmálastjórana en við í stjórn Strætó höfum tekið inn öðru hvoru að fá umfjöllun þetta en félagsmálastjórnir bera í rauninni ábyrgð á verkefninu sem slíku fyrir hönd sveitarfélagana. En þarna hafa komið fram alvarleg atvik sem að er mjög miður en, og ég sé nú reyndar að það er bara ekki þær glærur en það er þó svo að hvernig ég orða þetta, það er sóhljóð að langstærsti hluti alla þeirra ferða sem að farnar eru í ferðaþjónustunni ganga vel upp og eru vel innan þeirra tímamarka sem áætluð er. Mér segla miður að þær glærur virðist ekki fylgja hérna með sem að voru sem samantekt sviðstjórans á þessu en ef að bæjarfulltrúar hafa áhuga á því að fá þær upplýsingar þá er örugglega minnsta mála að verða við því. Ég læt þessu þó lókið. Öllum til mikils vitnis. Það er næst á fundargerð Sorpu.
387. Orðið laust. Þá fundargerð, engin hvað þessi hljóðs, þá umræðu lokið og sú fundargerð lögð fram. Það óvenju margar fundargerðir til kynningar þessa sinni og málefni 12, það frá fundargerð frá slökkvilið höfuðborgarsvæði, það 4 fundargerðir. Halldór Sverrisson, gjörðu svo vel. Forseti, ég ætla ekki að tala efnisatriði fundargerðana, heldur að tala af hverju hér eru fundargerðir nr. 162, 167, 168 og 169 til umfjöllunar, allir fundargerðir síðan það elstu held síðan í desember. Þannig að þetta ekki verklag sem við eigum að venjast, að fundargerðir sé að berast okkur þessum hætti. Þetta kemur til að því að okkur var farið að lengja hér, eða að fólki hér í skjalaðasafni lengja eftir fundargerðum frá slökkviliði sem ekki hefðu borist okkur og var haft samband við slökkviliðið eða starfsmenn þess og þá kom í ljós að þeir hafa það verklag á að senda ekki fundargerðir út fyrir allir sem á fundinum voru, það hafa undirritað þá fundargerð og það hafði eitthvað lást eða dregist eða að ná í einhverja sem hafði farið af fundum áður fundi lauk og hafði þannig að tekið undirritaðar og þá hefur þar fundargerðir ekki verið sendar út til sveitarfélagana. En þær komu síðan í kjölfarið. Við höfum óskað eftir því við slökkviliðið að þessu verklagi verði breytt, að það verði sendar út fundargerðir strax að loknum fundi. Það eru nú yfirleitt undirritaðar af flestum, það kemur á sinnum fyrir að einhver stjórnarmanna þarf að víkja á fundi áður en fundir er lokið og þessu verklagi verði breytt þannig að þessar fundargerðir berist hér á réttum tíma. Okkur finnst ekki við hæfi ekki hægt að sé verið að fjalla hér fundi sem kannski liðin einhvern 3 mánuðir síðan haldnir voru. Það er ekki eðli þess held ég að upplýsa hér bæjarstjórnum hvað fer fram á þessum byggðasamröðum. Þannig að þessum athugasemdum hefur verið komið á framfæri við slökkviliðið og ég vil svo fylgja þeim eftir sem stjórnarmaður á stjórnarfundi þannig að þetta gerist ekki, vonandi ekki aftur. Þannig að þetta ekki vendileg úrstýra þetta ekki sem gleymdist hér innan hús, þvert á móti. Já, við hefum fengið skýringar bæjarstjóra á svona margar fundargerðir frá slökkviliðinu, slökkviliðið höfuðborgarsvæðisins og reyndar 2 á eftir. Er eitthvað sem vil ræða þessa 4, fyrsta lagi undir máli 12, það svo ekki, þá þær lagðar fram svona í einu pakka, en þá það strætó og það fundargerð nr. 284, eitthvað sem vil ræða þá fundargerð, svo ekki, þá svo fundargerð lagð fram, þá hérna í lokinn 2 fundargerðir frá slökkviliðinu, aftur, fyrst það fundur nr. 170, orðið laust þaðana, engin hvað þessi hljós, þá sú fundargerð lögð fram og þá það lokum í kvöld fundargerð frá slökkviliði höfuðborgarsvæðis sem 171. Engin hvað þessi hljós, þá sú fundargerð lögð fram. Þetta langur og strangur fundur og sveitin ennþá fallið og við sjáum hann ekki nema núna ljósinn. Ég þakka ykkur fundarsetuna og segi fundi slitið.